fá okkur í heimsókn. Takk fyrir. Sko, hvað er ég að byrja? Þið eru nú búin að koma til mín, tvisvar. En þið bæði hafi borist aldrei oft í tal. Ég vil þetta mjög, jákvæðan hátt þegar ég er að tala heilsu. Þannig að, mér langaði svolítið svona, til þess að við myndum kannski fara heilt yfir sviðið þegar kemur að heilsu. Hvað við byrjum bara hvað er, í stóru myndinni, hvað er það sem að ykkur finnst fólk helst fyrir að díla við á Íslandi árið 2026? Fyrir utan náttúrulega þetta, við sjáum birtingamyndirnar sem eru, það er mjög há gæðlyfjanótkun, það er mjög hátt hlutfall af fullorðnu fólki ofþyngd, en einhvern veginn, að ég hef stundu verið að tala bara, þetta er náttúrulega klísjukent orð þetta matrix, en að við lifum í svolítið bara svona óheilbrigðis matrixi, þar sem tágkraftarnir eru rosalega mikið í þá átt að ef þú ert ekki þeim meðvitaðri, þá ert að fara að lifa óhollu lífi, af því að það er bara hvort sem að það eru matvörubúðir eða það hvernig við bara hegðum líf okkar frá degi til dags að hanga fyrir framann skjáin allan daginn og allt þetta. Þetta er stór spurning. Ég held þú að við sagt hérna, bara meðvitund líkamann og það virðist vera stundum að fólk þurfa að fara ansi langt inn í streituna og jafnvel inn í einhvers konar mikil eymsli eða hreinlega sjúkdóm til þess að í rauninni að viðurkenna fyrir sjálfur sér að maður sé kannski ekki alveg búin að hugsa nógu vel sig. Maður sé búin að setja sig kannski pínlítið of lengi á hakan og fólk er tilbúið til þess að forna öllu fyrir aðra en á rosa erfitt með að forna einhverju fyrir sjálfa sig. Það er mjög góða punktur. Og þar í rauninni kannski getum að byrja en svona, ef maður svona lítur aðeins yfir þá held ég að við erum við ein í rauninni hugurinn okkar og allt það, consciousnessið okkar, það er það sem að getur lækna sjálfa þig, skilurðu. En ef þú ert alltaf, þú veist að bíða eftir að hjálpin komi til þín eða þetta quick fix eða á morgun það verði betri eða eitthvað svoleiðis en heldur alltaf áfram gömlu rútínunum þínum, að þá er óða lítil framför og hún verður oft bara svo skelfilega að einn daginn þá getur þú algjörlega krassað og sem að við erum að sjá hann sem mikið og ég hef pínleitlega áhyggjur af því. Hvað, myndir þú taka undir þetta, Elínu, að því þegar númer að segja þetta, þá man ég eftir og ég var núna úti og þá var ég á labbi og einhvern veginn man ekki hvort ég var að hlusta á eitthvað podcast og þá allt í hennu kom til mín hvað það gerði mikið fyrir mig að byrja að gera jóga. Ekki endilega bara því jóga sé eitthvað frábært, heldur að því þar einhvern veginn byrjaði ég að finna meira fyrir því sem að gerast fyrir neðan háls. Og allt í einu var bara ákveðin tegund af matvælum ég gat ekki lengur borða á þess að finna að það hefði neikvæð áhrif á mig. Þannig að þessi meðvitund einhvern veginn. Og þetta að vera í lítið til tengingu við sig sjálfan. Það held ég að sé rosalega stórt atriði. Tengingu við sig sjálfan, tengingu við náttúruna. Maður finnur það sjálfur þegar maður er komin í eins og þú kallar matrix að það er rosalega auðvelt að festast bara þar og missa þessa tengingu. Og þá ákveðin hættir maður að vera þú hættir að finna mikið og þá eins og þú segir tala að fara í jóga, bara það að hugleiða og setjast aðeins niður bara með sjálfum sér það getur gert alveg rosalega mikið bara finna og ég held að það sé kannski stærsta vandamáli við erum bara ekki í neittni tengingu við okkur sjálf. Mjög góða búnir. It's about feeling. Já, því eins og þú ert að segja eitt er að þessi er rosalega margir sem einhvern veginn þú ert komin í eitthvað svaka samvinskubitt og svo bara byrjar eitthvað og þá er það því aggressíveri sem æfingin er því betra en mér finnst ég að vera að sjá ákveðið munstur að það fólk sem ég þekki sem er við hvað besta heilsu á það sameiginlegt að það er orðið sérfræðingar í sínum eigin líkama og finnur fyrir. Það bara, ég get ekki lengur verið að borða þetta í tíma og ótíma því ég finn bara að mér líður illa og þetta er ekki lengur minnst svona einhvern veginn svo stórt og hópur af fólki sem er ennþá ekki að gera neina tengingu. Þú kannski borðar eitthvað svaka óholt, svo líður þér illa 3 tímum seinna og þú tengir ekki að það er út af matnum. Fólk þarf að vera orðið með einhverjar
þess að óraringi eða klukkur og alls konar sensora ásettir þess átt að sjá því hvernig það líður og hvernig það sefur og hvernig það gerir hitt og þetta. En það eru til aðra leiðir sem eru miklu heilbrigðara fyrir því út af því að þú ert í rauninni búin að taka inn einhverja orku inn í orkusviðið þitt sem að truflar. Hvaða leiðir eru? Ég meina hiti og kuldi, til dæmis, öndun. Svo náttúrulega bara þegar maður fer aðeins að pæla í það sem ég vinn rosa mikið með fasíuna eða bandvefin eða skynvefin okkar í rauninni sem að tengir okkur við það, þú veist, allra staðsta og þegar við verðum þurr í skroknum, þar koma verkir og þar bara minna flæði fyrir sogaðakerfi, æðakerfi, all kerfi líkamanns. Frumur eru þurrar, skítugar, gruggugt vatn. Þetta allt í rauninni vatn. Þannig að það það sem við þurfum aðeins að fara átt okkur á og leið og við sjáum draslið sem við erum að borða og drekka, að þá passar það bara engan veginn við bandvefin. Og þá ferð þú allir bitu. Hvað það sem að virkar fyrir okkur, þennan líkama sem við erum? Einmitt. Og ekki með þetta líka, þú veist, að tala bandvefin og svona, leið og þú byrjar að, þú veist, náttúrulega bara eins og þessi bók, The Body Keeps the Score og alltaf, ég held að við erum alltaf að fatta betur og betur að líka minn geymir alltaf, eins og bara þegar ég hef komið í sesjón til þín eða á aðra staði þar sem að ég að losa, allt í hennu finn ég meira fyrir líkamannum og þá allt í hennu fatta ég, já, heyrðu, þú veist, þá ég að tengjast innsæðinu mínu og þá lógískara fyrir mig að borða ákveðna. Þannig ég að reyna að koma einhvern veginn aftur og aftur að því að það sem manneskja sem kannski mikið til ofþyngd út af því hún að borða röng matvæli að fyrst tilhneigingin væri að þú þarf bara að æfa meira og bara, en eins og þú varst að koma inn á áðan, kannski væri fyrsta skrefið bara að byrja að huglega Þetta streita á stigi og bara byrja að finna fyrir líkamannum. Ég held það að því að svo líka bara þú veist maður finnur það sjálfur að því sko hreinna fæði sem maður borðar og því betur sem maður hugsar sig þú veist því næmari verður maður. Þú veist þú finnur miklu meira hvað þú þarft. Eins og ég finn alveg sjálf stundum þarf ég bara, dagsformið mitt þannig að ég þarf bara meiri slökun, ég þarf bara meiri mýkt, en stundum formið mitt þannig að ég þarf bara meiri hraða, meiri ákefð, þú veist, þannig að það ótrúlega gott þegar maður búin að finna þetta, þú veist, það að tengja ykkur við sig. Hvað myndir þú segja sko því það sem að númi var að tala og ég alveg að sjá það líka þegar ég hef verið að vinna með kallmönnum að ég sé að þú veist að kallmenn yfir ákveðin aldur að það það einmitt þessi stífni í líkamannum og allt þetta. Myndir þú segja að fyrir konur það kannski einhver aðeins önnur atriði sem eru birtingamyndirnar hjá konum heldur en hjá kallmönnum? Sko ég held að sé alveg ólíkt. Þú veist við erum fullt af konum sem eru, þú veist myndi ég segja í mikilli streitu. Þú veist, konur að vinna mikið, þær líka ofta að sjá heimilið og svo þar margar að æfa, þú veist, í mikilli ákefð, þú veist, og þeim líður vel á því, ég skil það ótrúlega vel, ég hef verið þarna, þú veist, að fara á æfingu og svolítið svona keyra þessu út og það bara geggjað, maður geggjaður og maður líður ótrúlega vel með sig, maður ótrúlega stoltur á sér einhvern veginn, ég geti þetta allt og gera þetta allt, en svo alltaf bakvið, þá bakverkurinn að stána. Já, en svo eru líka aðra konur sem eru kannski ómikilli mýkt og vantar að fara í aðeins meiri, þú veist, karlorku, sko. Þannig að þú veist, þetta alveg bæði og, jafnvægi. En þú veist, þetta snýst allt jafnvægi. Þegar þú finnur þetta jafnvægi, þá ertu. Þetta mjög góð punktur, sko, því ég hugsa bara eins og ég hugsa sambandi mitt, sko, að það klárt mál að ég of mikið og hef verið í langan tíma, þú veist, að það bara fara í fjallgöngu eða fara á, einmitt á æfingu og ég þarf að hæja á, eða vil hæja á og meðan Ester kærasta mín alveg hinum inn, að hún hefði stundum gott að ég bara fara í boxtíma og keyra hans upp fæti sig og svona, en hana vantar ekki neitt mýktina, sko, skilur þú bara einhvern veginn að kunna vera róleg og slök og þá það þetta að þú veist, að þú hlustar á sjálfa þig að þá kannski finnur þú veist, líka Sölvi 2026 ekki endilega sama á Sölvi 2023, ég kannski bara með aðra þarfir. Sölvi í janúar ekki það sama á Sölvi í júní. Og minnst það verið þessi svona mónokúltúr sem við lifum í sem einhvern veginn, ég ætla að selja þér einhverja formúlu og hún bara það sem þið öll eigið að gera alltaf alla daga ársins. Þetta meikar enga sens. Nei.
Ég er alveg sammála því, þú veist, og það er ótrúlega gott að vera einhvern veginn búin að átta sig á því bara hvað maður þarf. Bara í dag veit ég að þetta mun gefa mig meira, þú veist, að fara kannski bara í sánu, þú veist, heldur hún að fara á einhverja kröftuga æfingu, sko. Þú veist, það er rosa gott að finna það, af því að, þú veist, ég myndi kannski að því að, þú veist, ég hefði alltaf valið að fara á æfingu, af því mér myndi alltaf, þú veist, mér líður og svo að gera meira fyrir mig einhvern veginn. En svo kem ég kannski af æfingu og ég bara svona, vá, þú veist, þetta gaf mér einhvern veginn ekkert. Keyrðu kannski kort, þú veist, þessi kortisol pælinga að þú ert nú þegar í mikilli streitu nákvæmlega og ert kannski ekki að sofa alveg nóg og ætla síðan líka að fara í kalt bað og líka á harða æfingu þá ertu kannski að setja álag ofan á álag. Já, og svo ertu kannski líka með smá kvef underneath sem er búið að vera í 2-3 vikur og þú veist ekki alveg af hverju það er ekki að fara en þú ert alltaf að keyra á taugakerfið þér. En það er bara líka að því að þetta er allt sama kerfið, þú veist, vinnustreita, streita á heimilinu, streita á æfingu, þú veist, þetta er bara eitt kerfi, þannig að við erum bara að bæta á streituna ef við erum í streitun og þegar með því að fara á einhverja æfingu sem veldur kerfinu okkar streitu. Er þið bæði, að ég er nú búin að tala, við erum búin að tala um sögunars númaðina, þú veist, með einmitt þetta að vera í crossfitinu og kannski klessa sig hann á vegg. Varst þú líka, þú veist, er sama hjá þér að þú hefur alltaf fundið eitthvað tímabil sem, ok, ég er kannski búin að vera aðeins og mikið að keyra alltaf eins og þú veist að nefna núna með að keyra á harðar æfingar og allt þetta? Já, það var alveg þannig, þú veist, það var rosa mikið álag á tímabili og þú veist, þetta gekk alveg vel þegar við vorum, þú veist, við byggum í Svíþjóð og vorum í CrossFit þar og þar vorum við, þú veist, lengi vel ekki með neinn börn eða neitt svoleiðis, þannig við höfðum alltaf tíma bara líka til að hvíla okkur á milli og það var bara ótrúlega skemmtilegt. Svo þegar við komum heim, alltaf komum 3 börn, fyrirtæki, þú veist, maður er eitthvað að halda áfram. Þú veist, það verður líka smá svona fíkn, bara eitthvað að komast á æfingu, bara keyra sig út, þú veist, það er svona smá, þetta er svolítið sérstakt, þú veist, ég hugsa út í það svona eftir á, bara svona maður var svolítið bara svona að þjösnast á líkamanna sínum sko. Fyrir mig, skilur við, náttúrulega búin að vera í keppnisíþróttum allt mitt líf og yfirleitt frekar ofalega og það var svo erfitt í rauninu út af því að almúgurinn var til sérstaklega í Stokkólmi og líka því ég kom heim þá var svona almúgurinn að búast eftir næsta keppni og að sjá núma þegar geta þetta og þú veist þannig að mann er ítt inn í streituna svolítið og þú veist, svo erum maður að vakna aldrei snemma og þú veist, og þessum tíma heldur maður sig áfram á kaffi og þess að það bara komast í gegnum en, svona pre-workout og eitthvað síðan skilur læra maður og dofan í butana og nefið og það er nákvæmlega það sem ég er að segja við þurfum alltaf, okkur þarf alltaf að líða svo illa svo við förum að breyta ykkur og það er það sem mig langar ekki að sjá til dæmis krakkana mína þurfa að ganga gegnum að sjálfsög get ég ekki breytt þú veist, ég get ekki stjórnað þeim en samt vil ég að við tölum þetta, að við tölum vandamál, hvað vandamálið actually séð og ég sé vandamálið rosalega víða og eiginlega bara allstaðar. Og ef við getum byrjað bara íþróttunum til dæmis. Já, þannig ertu komin inn á punkt sem að mér langar þá að koma inn á næst, sem er að því að þú tala um börnin ykkar. Mér finnst það svo galin pæling að við getum klárað, sko, að minnstakosti 9 ár í skóla, ef þú klárar skyldunámið þitt. Mjög margir fara síðan í menntaskóla og þá ertu komin upp í 13 ár, 12. Svo fer kannski á það. Þetta er svona frá 9 upp í 16, 17 ár, 20 ár í skóla og þú lærir bara ekkert á líkamann. En það er þau líka. Og lærir ekkert á taugakerfið. Þú verður bara svona, hvernig er hægt, þú veist, talandi eitthvað svona matrix og þá tekur maður það fram að maður aldrei að gaggrina fólki sem er að vinna inn í kerfinu. Þú veist, mamma mín er kennari og ég ber ómælda virðingu fyrir kennurum. En aðal námskráin er ekki komin tími til að breyta þessu það. Þú veist, viljum við ekki, við horfum á núna að það er bara dýrasti kostnaðarliður hins opinbera er bara að fara að vera heilbrigðiskerfið bara það fyrir vestandi. Já, ég er að segja það bara útlit fyrir að það muni setja okkur á hausinu við höldum svona áfram. Er þá ekki, sko, við erum bara að tala um kostnaðarliðin fyrir utan náttúrulega bara mannúðina að þú sendir ekki einstaklingi gegnum menntakerfið öðruvísi en að læri inn á sjálfa sig. Þú veist, bara hvað er gott fyrir mig að láta inn í líkamann á mér, hvernig hlúi ég að taugakerfinu mínu og allir þessu hlutir, þú veist, hvað finnst ykkur um þetta? Nú eru þið með börn og þeir eru Sko, þetta er bara til dæmis, þú talaðir hann bara inn á sjúkrahúsi, skilur við. Ef við byrjum bara þar og íþróttavöllunum og sundlaugunum og svoleiðis. Nei, hvað er með skólana? Og skólana. Skilur við, allt þetta sem að börnin okkar er í kringum og svoleiðis. Hvað er það fyrsta sem við sjáum ef við tölum bara heilsu, lýðheilsu og þá talum við mataræði og vögvun?
þetta allstaðar sama gjör unna matvælið og orkudrykkjasullið. Allstaðar. Og þetta var ekki á mínum keppnisferli, þetta var ekki til. Ef maður var heppið þá fekk maður kannski lúkufylli af súkkulaðirúsunum eftir mótið. Og fólk fattar ekki heldur að þegar þú ert að setja onni í vélina þína sem meltingakerfið þitt, að þú actually tekur alveg gríðarlega miklu orku til þess að melta síðan sem á að fara inn í frumur og til þess að styrkja þinn líkama. En þú veist, það er hálftíma leikur og það er 15 mínúna pása og það þurfa allir að borða og drekka. Og það sem að fólk að borða og drekka er ekki nema sykur og ork, eða sem sagt sykur, bara sykur. Og síðan er kannski gallinn að upp að einhverju marki þá getur þetta á meðan þú stungur. Getur þetta ekkert sann? Nei, ég veit það, en þegar við vorum að tala um kaffi á þann, eða þegar þú varst að tala um dímanbelin í Stokkólmi og sagðir í Keiri, þá bara rifjaðist allir upp fyrir mér þegar ég var, ég hef verið 25 ára gamall þegar ég byrjaði í morgunfréttunum. Og það var bara mitt, þú veist, ég var vaknandi 4:30 og svo var bara, þú veist, það fyrsta sem ég gerði bara á leiðinni upp á stöð 2 að þá var komið við á bensinstöð og það var fyrsti kaffibóllinn og svo, þú veist, klukkan 6 er ég komin í kaffibólla nr. 2 og ég var kannski að keyra á svona 5 tíma svefni. Ég myndi gera allt fyrir að geta farið tilbaka og breyta því svo er ég að díla við afleiðingarnar af þessu ennþá. Að hafa bara í áraraðir, mér leið bara alveg eins og ég gæti þetta. Af því ég var ekki tengdur við og ég var nógu ungur, af því að meðan við erum ung, þá er kannski líkaminn ekki ennþá búin að, hann er ekki ennþá búin að krassa, sko. Þannig að þú getur þetta, þó þú í raun og verið eins og segir, þú getur þetta ekki, af því þú ert hægt og rólega að búa til bara alvöru heilsufarsvanda, sko. En svo upplifði ég líka, sko, eins og talar um þetta með kaffi og þetta, þú veist, að það var bara svolítið cool að vera ógeðslega duglegur. Þú veist, þú halda sér gangandi á kaffi. Þú veist, bara þurfa að sofa lítið, bara ég er með þetta, sko. Þú veist, ég er bara 3 börn með fyrirtæki og ég er bara að æfa og drekk bara kaffið mitt, skilru. Þú veist, það var líka bara svolítið svona vákór dugleg og þú veist, það er líka, þú ert samfélagslegt. Þannig að við erum að hrósa fólki fyrir að þú veist, sofa lítið og vinna ógeðslega mikið og geta samt líka farið í Ironman og þú veist, það er þannig. Ég veit það. Já, þú veist, við erum bara eitthvað, vá, hvað hún er geggjuð. Þú veist, þannig að við þurfum líka kannski bara svona aðeins að bakka. En bara þannig við komum aftur að skólakerfinu, að þú veist, að þá held ég að sé, eins og þú segir, það er ótrúlega skrítið að það sé ekkert bara farið inn í, þú veist, næringu eða líkamann eða, þú veist, og sérstaklega núna þegar við sjáum bara að, þú veist, það er bara ótrúlega mörg börn á einhverjum ADHD-lyfjum, þú veist, kvíðalyfjum, mörg ung börn að díla við kvíða, þetta er bara, þú veist, það er rosalega algengt. Það er ekki líka nýja tölur að bara sé eitthvað bara átlutvallar börnum undir ákveðnum aldrei komið fítulífur. Komið fítulífur að, þú veist, þau eru först í líkamann, þau eru alltaf með skökk, dottinni postur, ég er að fá fólk að krakka til mér. Þetta er bara, þetta er alveg, hvað 20% barna, þú veist, ofþunga í offitu, þú veist, þetta er alveg alvarlegt. Það því minnst einmitt, mér langar svo mikið að, þú veist, að svo förum við að tala um einmitt, hvað er hægt að gera og tala um bara, þú veist, hvað þið eruð að gera og svona, en einmitt, minnst það svo fyrst þurfum við að svolítið að benda á stóru myndina bara hvert erum við að fara því maður hugsa svona einhvern veginn þú veist, því nú er ég líka að tala um stjórnmálinn í þessum þættum, mér finnst bara stærst þegar ég sé þess að frétta 70% af fullorðnum Íslendingum séu annarkvort í ofþyngd og offitu mér finnst það eiginlega stærsta pólitíska frétt síðasta árs út af því að svona, þetta er svo, sko, þá er ég ekki að setja neitt út á að fólk sé þungt en þetta er bara birtingamynd á okkur óheilbriði og þá hugsa maður ef við erum öll svona óheilbrið þá erum við klárlega að fara að taka rangar ákvarðanir og þá erum við klárlega ekki að fara að byggja upp það samfélag þú veist, ef við ætlum að byggja fallegt samfélag þá hljótum við að verða að byrja að byggja það upp á hreisti og heilbriði þannig að mér finnst einhvern veginn eins og þetta ætti að vera stærsta samfélagsumræðu málið sko. Alveg sammála. Einhvern veginn fer heilsa voða sjaldan inn í sko, stjórnmálin. Það er ekki mikið talað um heilsu að voða lítið, kemur svona af og til, en það einhvern veginn verður aldrei neitt úr því, sko. En það er örgulega ekki mikið af svakalega heilsu miðum einstaklingum sem farin á þing, sko. Nei, þetta er fólk sem er í streitu. Í þess að til svo leið, sko. Já, en það er samt, þú veist, þetta er alveg, réttust að segja, það er alveg, það er alveg undarlegt að þetta sé ekki tekið neinstaðar fyrir og þú veist, þetta er ekki tekið fyrir skólakerfinu, þú veist, maður heyrir af því að það er einhverju kennarar, ég máli með þetta elsti strákurinn okkar þegar hann verið 6 ára bekka, þá voru þau stundum látin kjarna sig, þú veist, og ég maður bara einhvern tíma að koma heim og hann var bara eitthvað að kjarna mig og ég var bara eitthvað, vá,
Geggja, þú veist, þannig að það eru kennarar sem að, þú veist, eru þarna, sko, en þú veist, þetta er ekkert inn í námskráni. Nei, þeir eru alveg eins og, sko, þú er kannski frábær læknir, en það bara kerfið segir bara við þig, þú mátt hitta hvern, ég ætla ekki að nota orðið sjúkling, hvern, hvað ég segja, viðskiptavin, hvað er best að... Bara hvern kunna, þú mátt hitta hann í 15 mínútur. Hvað ætlar að gera á 15 mínútur? Læknirinn er kannski allur að vilja gerður, en hann er fastur inn í ákveðnu kerfi, saman með kennaran. Kennaran langar kannski að gera ákveðna hluti, en sveigjanleiki hans til þess að gera það er rosalega lítill. Hann er bundinn af aðalnámskráni. Þannig eins og þú segir, þú veist, það kannski þarna ertu með einhvern kennara sem kannski finnur það upp á eigin spýtur, ég er hérna með smá glöfu til þess að gera það sem ég langar að gera, sem er frábært, en það er örugglega mikið af kennarum sem myndu vilja hafa miklu meira svigrum til þess að koma svona hlutum að, sko. En ég sé, sko, núna eru til dæmis í skólum með svona lotur, krakkar í lotum á 6 vikna fresti eitthvað svoleiðis og þar var til dæmis sagt að setja inn eitthvað svona, þú veist, bara auðveldlega, þú veist, einhverju skólar hafa sett inn svona sem val, þú veist, einhverju göngutúrar, hugleiðsla, þú veist, einn og einn skóli, þú veist, þannig að til dæmis sagt að setja inn í, þú veist, matreiðslukennsluna, þú veist, fræðslu næringu, þú veist, það er að setja inn í íþróttir, fræðslu það, þú veist, hvernig við þurfum að hugsa líkamann okkar, þannig að okkur líði betur, þú veist, ekki bara vera eitthvað í þú veist, einhverjum bolta íþróttum eða eitthvað, þú veist, það má líka alveg fræða í leiðinni. Hvernig er eins og bara, þú veist, bara börnin ykkar til dæmis, því nú eru þeim mjög heilsumiða fólk. Þá ætla ég að gefa mér að börnin ykkar séu nú þegar búin að fá að vita meira ákveðna hluti í heilsu heldur en meðal barn. Finnst ykkur börnin ykkar ekki bara vera frekar fljóta að pikka þessar hluti upp og fatta þá sjálf á meðan að þau hafa einhverja fyrirmyndir sem er að segja þeim hvernig hlutinni virkar, sko? Bara klárlega, börnin okkar voru með svona afa helgina og fengu, hvað sagði dóttir okkar, hún fekk franskar með eiturolíu. Þannig að, það er allavega eitthvað að fara inn, sko, jú, og þau mamma, eru mjög... franskar með eiturolíu, þú veist að pappi kallar þetta eiturolíu. Já, þannig en þau er alveg meðvituð, við þurfum alveg stundum að segja, þú veist, við þurfum ekki að skipta okkur alltaf af, þú veist, hvað aðrir eru að borða, þó við séum ekki að borða það, en þau eru alveg meðvituð, sko, þú veist, þau fáið þetta alveg líka einhver svona óöllastu, sko, þú veist, við erum að passa að vera ekki alltaf ströng, en þau vita alveg hvað er hollt og hvað er óhollt og við erum alveg að kenna það, sko. Fræða, það snýst fræðslu. En það held ég að sé mjög mikilvægt, sko, þegar þú segir þau fá alveg stundum óhollt, held ég sé mjög mikilvægt fyrir fólk að, sko, miskilja ekki að þetta eigi að vera einhver öfgafasismi í heilsu, heldur, sko, þú veist, líkaminn er rosalega góður að eiga við aukaefni og, þú veist, þó þú borðir aðeins svo mikið sykur eða hvað vandamálið er þegar þú ert farin að borða gjörunnin matvæli 4-5 sinnum á dag, alla daga, allt árið. Þá ert að byrja að eyðileggja. Þá þotnar alveg og þá stoppar allt í sogaðkerfnaður, það hættur að geta hreinsað líkamann. Þess vegna kemur svona, þú veist, sogaðkerfið er að koma rosalega sterkt inn. Við erum öll stútfull af þessu sem ég talaði áðan, bara eitri og það má rekja beint inn í þessi gjörunni matvæli. En þess eins og við gerum alltaf börnin okkar, þú veist, að þau fá okkar salgæti það ég segi eitthvað, þá segir þú veist, finnstu hvernig þið líður svo, þau eru búið. Akkurat. Þú veist, að þau finna það alveg. Leiðu þeim er bent á þessi tengingu, sko. Það tók mér mjög langan tíma að fatta því það var enginn sem benti mér á það. Nei, einmitt, þú veist, þannig að það bæði, sko, þú færðir eitthvað, þú veist, njóttu þess, borða það hægt og svona njóttu þess og fyndu svo svona, hvernig líður þér? Akkurat. Þú veist, þannig að, og við reynum að vera meðvituð líka, því að maður orðin einhvern veginn svo sem ég segi, maður verður næmar og næmari allt í einu bara vill maður ekki fá sér eitthvað því að maður veit að mann mun líða illa á eftir. Já, það er það sem maður hugsa stundum, sko, sem er svona pínu þversögn að, þú veist, manni finnst einhvern veginn einhver sem er búin að vera að borða mjög mikið óhollt að því að hann er búin að vera að fylla brunnin sinn svo mikið að þá ættu afleiðingarnar fyrir hann að vera meiri af því að fá sér enn eina pítsuna með 4-földum skammta pepperoni, en afleiðingarnar eru raun og veru meiri fyrir einhvern sem er mjög heilbrigður af því líkamennars, það er einhvern veginn, minn finnst þér svo bara í kringum jólin til dæmis, þá held ég komið með allt annað, svo ég sletti baseline heldur en meðal manneskjan held ég, en bara ef ég fyrir aðeins yfir línunni í að geta þetta saltaða kjöt sem ég held að sé nú eitthvað meira en salt í, sko, það er eitthvað bara brennisteinsýra eða eitthvað, að þá bara meltingi mín fyrir steik, sko, og þá hugsa maður, vá, þú veist, svo er ég að horfa hérna á eitthvað fólk sem er bara á jólahlaðborð eftir jólahlaðborð og það er að drekka sér fullt og hvernig getur en þá er það, nei, svo ertu steinhissa að það er allt í hennu komið hjartaáfall bara. En þetta vil líka aðeins taka upp á yfirborðið með þetta norm
hvar er núllpunkturinn, hvað er normið? Og þegar ég spurði, þú svo ógeðslega öfgarkenndur og bla 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 og ég bara hvað meinar eiginlega? Og ég skil þetta í rauninni ekki, en ég skil ekki hvernig fólk getur ándjóks dag eftir dag eftir dag. Þú veist, kannski líður klukkutíma myndli að þú ert að tróða eitthvað draslið upp í þig. Þú veist, ég bara skil þetta ekki. Þess vegna ég að segja, þetta ekkert flókið ef þú hugsa bara að þú ætlar að reyna að borða náttúrulega fæðu og drekka náttúrulega fæðu og þá færðu bara svo margfalda verðlaun. Þú veist, ég meina það annarkvæð maður sem getur ekki farið á klósetti í dag og það alls konar stíplur og þú veist, ef þú kemst á klóstið, hvernig þetta? Þetta mjúkt, þetta hart, þetta normal? Og hvað normal, skilur við? Hvert eru að fara með þetta? Og ég held að við getum gert þetta svo margfalt miklu betur ef við förum bara að vanda okkur og við förum að fyrst að byrja til dæmis bara í íþróttum og skólum. Af því ég líka bara þessi smitt áhrif þú veist, við erum það fá á Íslandi, ef við myndum segja bara, ok, þú veist, við ætlum núna bara að fara að smita hvort annað af því að taka betri ákvarðanir. Þá getum við gert þetta frekar rætt, held ég, sko. Langar ekki öllum að líða betur. Það held ég hljóta að vera. Ég held samt, sko, þú veist, þegar nú maður segir, þetta einfalt, þetta ótrúlega einfalt, en samt þetta svo flókið. Við erum bara búin að gera þetta svo flókið. Ég skil alveg að þetta sé flókið. Það flókið að breyta, þú veist, venjum. Ég vil ekki að segja að þetta sé, sko, því það var góður maður sem sagði daginn, sko, það alls ekki það sama hvort eitthvað sé einfalt eða auðvelt. Nei. Og þetta einfalt, en þetta ekki auðvelt. Einmitt, það mjög gott. Þetta mjög einfalt hvað þú átt að gera, en það kannski ekki auðvelt að því þú ert búin að skilja þetta svo lengi í og allu líkaminn, þannig að þú þarf kannski að fara í gegnum frákarseinkenni fyrst og þetta getur orðið pínu erfitt. Og þetta líka erfitt af því að þetta alls staðar í kringum okkur. Það svolítið verið að óta, sko, óvöldlistin að okkur, þú veist, maður finnur það og að börnunum okkar, þú veist, það þannig sko. Þetta stærsti kennari sjálfsins, skilur, að geta tekið ákvörðun og betri ákvörðun, skilur, að standa með sjálfum þér allan tíman, en bæði, þú veist, að vera svolítið upplýstur, þú veist, að viðurkenna það líka, sjúkdómar, þú veist, ég held að það var einhver rannsókn í Bandaríkjunum eða eitthvað, það var að sýna að 90% sjúkdóma eru bara lífsstílstengdir, þú veist, þannig að við þurfum bara að viðurkenna það. Að þú veist, við erum ekkert endilega bara óöppin, þetta líka bara lífstílinn okkar og skiptir ótrúlega miklu máli og að við berum bara ótrúlega mikla ábyrgð sjálf á okkar eigin heilsu og líka á heilsu barnan okkar. Þú veist, við erum bara í aðal hlutverki, þannig að ég held að það sé líka svolítið mikilvægt að fólk fari bara svolítið átta sig á því. Það eiginlega fyrir mér, ég hjartanlega sammála, mér þetta eiginlega vera stærsta atriði, það á endanum þessi sjálfsábyrgð. Það kannski ekki þægilega fréttir fyrir þig ef að þú ert búin að vera að vonast til þess að það sé einhver annar sem getur bjargað þér. En góðu fréttirnar að þá getur þú sagt, þetta í mínum höndum. Einmitt, þetta líka valdeflandi að þú bara ert með þetta líka í þínum höndum. Það það og þá og það svo mikið styrkur sem fylgir því. Þú veist, þetta gefið þið svo mikið power líka, það getur staðið með sjálfu þér og þetta bara svo óendalegu kennari, skilur við. Finnið það ekki með þegar þið hafa verið að vinna með fólki að bara þegar fólk byrjar að finna að eitthvað að byrja að batna og það að byrja að fara í rétta átt að þá sérðu bara ákveðin ljóm í augunum og það svo fallegt, sko. Já. Það ótrúlega fallegt, en það líka ótrúlega, það alveg merkilegt hvað fólk oft ekki tilbúið að fara þangað, þú veist, að gera breytinguna. Þú veist kannski alltaf vilt í maganum og ég kannski bara, ég veit alveg af hverju þeir alltaf vilt í maganum, þú veist, ég sé það mjög vel en þú vilt samt alls ekki viðurkenna, þú reynir að finna allar afsakanir í heiminum fyrir það geti verið bara einföld kolvetni og sykur sem sé að valda því að þessi vilt í maganum skilur, þú veist, það stundum fólk bara ekki tilbúið að fara. Það held ég sjálf áhugavert að fara einmitt svona það eru svona lög sem hægt að fara niður og þá sem ok, af hverju það? Því það kannski að þú ert búin að vera að nota einföld kolvetni og sykur mjög lengi til þess að deyfa eitthvað og undir því kannski eitthvað áfall eða eitthvað í taugakerfinu og það sem þú þarft þá að gera ef þú byrjar að taka sér hluti út, þá þarft að sitja með sjálfur og þá þarft að sitja í gegnum, þetta svolítið bara eins og alkohólisti sem að fer í meðferð að það ekki þægilegt, sko. Skilur, það bara, ég veist að fyrstu dagarnir þegar þú ert að fara í meðferð eru rosalega erfiðir að þú veist að fara í gegnum svo mikið frákvörf. Þannig að manneskja sem að veitir innst inni en gerir samt allt til þess að já en það að því undir meðutundin hennar veit að þetta verður mjög erfitt
fyrst sinn, sko. En fyrir en síðar, þá ferðu það langt með sjálfan þig að þú getur þetta ekki einn og þá stundum það bara orðið of seint því að þá ertu komið með eitthvað mein og ég hef alveg tekið á móti þannig fólki og það að hlusta á þannig fólk það lærdómurinn, sko. Akkurat. Það það sem maður hugsa stundum með þetta bara human condition, sko, af hverju ósköpunum getum við ekki lært af reynslu annara, sko. Þú veist, þegar einhver annar búin að fara oflangt Ég bara þú veist, og þá ertu bara svona, þú veist, þarf ég alvörun að fara þangað sjálfur til þess ég fatti að, þetta er svo mikið klísja að segja, þú veist, að ef þú ert heilbrigður, þá ertu með rosalega mörg vandamál, en ef þú ert óheilbrigður, þá ertu bara með eitt vandamál, sko. Því það bara, þú veist, heilsan allt, sko. Það einmitt þannig, og maður hugsa það oft, sko, því að, þú veist, flestir fá svona skilabóð, bara heyrðið, nú verður að fara að hugsa betur það er svona aðeins vera að banka og svo bara heyrðið, nú verður aðeins að fara svo bara, þú veist Svo kemur brjósklósið og maður hugsa oft bara, akkur, þú veist, að bíða svona lengi eftir hverju ert að bíða, þú veist, að því þú segir, þú veist, heilsan það mikilvægasta sem við eigum, þú veist, við vitum það er bara, ef við eigum ekki heilsun okkar, þú veist, þá eigum við ekkert. Nei, þetta ekki svolítið þessar skilirningar, sko, maður hugsa þú veist, við erum skilirt svo mikið að, þú veist, við eigum að vera duglega og við þurfum að líta vel út á við og þú veist, þannig að þú veist kannski, ef þú þyrftir alltaf að hæja á þér og minga við þig vinnu til þess að bara setja heilsun í fyrsta seti, þá myndi það þýða, já, hvað þarf ég þá kannski að vera á verri bíl og skilur, ég held bara á einhvern nátt erum við með skakt verðmætamat að það búið að keyra svo hart inn í okkur, þú veist, Ísland var fátækt land, þannig við erum svona frekar, það er ekkert svo langt síðan að við urðum frekar rík og fórum, þannig ég heldur sem ennþá þar við erum svolítið svona nýrík, að það er ennþá einhvern veginn svo mikilvægt fyrir okkur að bara að ég geti sýnt að ég eigi eitthvað og ég sé flottur, skilur og þá næ ég ekki að droppa inn í að bara á endanum bara þetta hylki þarna sem ég er í, það er það mikilvægast af öllu, sko. Mér finnst til dæmis þegar ég var í Svíþjóð, bjó þar í 7 ár, að þá fann ég það bara þegar þau eru bara búin að, þú veist, gangi gegnum miklu meira en við og þau eru alveg farin að skilja þetta, þau eru Svíinn er miklu lengra komin með sig sjálfan heldur en Íslendingurinn svona overall. Já. Það er kannski bara svona samfélagslega ekki, sko, þessi samkeppni. Þú veist, verðmæta samkeppni og svona mikil efnishyggja. Það er svona allt öðruvísi, þau eru bara meira svona að ferðast og gera eitthvað, þú veist, búa minna, reynda líka, við mátt tala líka veðrið, þú veist, þau eru miklu meira, nota meira, þú veist, garða og eitthvað svona, ekki allir heim alltaf. Rosa mikið úti. Ef maður hugsa þetta, gott svona mitt ef maður væri að horfa út frá 2 sko levelum, annars vegar þetta með á endanum þetta bara sjálfsábyrgð, á endanum bara, það er enginn að fara að taka ábyrgð á heilsunum Sölva nema Sölvi. Það er engin ríkisstjórn að fara að bjarga mér, það er engin annar að fara að bjarga mér, en á sama tíma getum við alveg hugsað hvað getum við gert sem samfélag til að það verði auðveldara fyrir hvert og eitt okkar að byrja að taka réttar ákvarðanir og í staðin fyrir allir tókkraftarnir sé átt á óheilbrigði, að þá sé líka, þú veist, segjum sem svo að það er manneskja sem er í óheilbrigði, að það sé auðveldara fyrir hana út af því samfélagi allt er að byrja að færast í þá átt að það er auðveldara að taka réttar ákvarðanir, sko. Mér finnst þetta geta alveg haldist í hendur, sko, að við megum á sama tíma og við ætlum ekki að vera að festast í að gagnrýna kerfin, af því á endanum þurfum við að taka ábyrgð á okkur sjálfum, að þá megum við alveg segja að getum við samt kollektíft saman reynt að gera þetta aðeins auðveldara fyrir okkur, sko. Sko, ég er alveg sammála því sem það segja, ég hugsa með kerfin, þú veist, af hverju er samt enginn þar að segja bara, heyrðu, þið verða að bera ábyrgð á eigin heilsu, þú veist, við erum ekki að fara að bjarga ykkur, þú veist, eins og við vitum núna að það er að byggja nýja Landspítala og, þú veist, ég hefði bara ítt á sko neyðarnappin þegar, komum hann út úr rannsókninni þar sem að 70% Íslendingar eru í ofþyngd eða offitu og 20% barna og, þú veist, ég hugsa bara, vá, af hverju er ekki bara einhver viðbragðs áætlun sett í gang, sko. Þú veist, bara landlæknir og heilbrigðisráðuneyti og það ætti bara einhver að grípa þetta strax, en það gerist ekki neitt. Kannski er það út af því, hann kannski óvinsæl, sko, þannig að fólki sem er að taka ákvarðanirnar er kannski sjálft ekkert í sérstakri heilsu og vill ekki lítið eigin barm. Og svo er búið að rekna einhverja tölur og tölurnar segja þetta og og svo verður það fylgja einhverja formúlu sem að er löngu út brunnin. En samt líka kannski bara einhvern veginn búið að normalisera það að þú veist það sé bara eðlilegt að við ákveðin aldur þá erum við bara veik, þú veist, það var bara eitthvað og allir bara, já, það er alltaf eðlilegt að líka með sig að gefa sér hnið og hálsin, þetta er eðlilegt, þá er bara smá pillur og við deyfum þetta og ekkert mál og rústum aðeins meldingulegin og svo deyrið aðeins fyrir, ég meina guðana bænum, þá færið nú starra plássi hérna upp á, þú veist, sorry
Þetta bara dagsatt. Þetta svona, sko. Þetta svona. Ég bara, hvernig ætla að hætta þessum barnaleik? En mér finnst þess að ef við erum að, sko, þetta sem við nefnaðum með Svíþjóð, að mér finnst þess svona Ísland, þú veist, bara hvaðan erum við að koma? Og ég held við séum bara svolítið trámuð, sko. Þú veist, bara hvernig var að vera lifandi á Íslandi fyrir 100 árum, 150. Svo allt í hennu kemur allur þessi peningur og rosa efnishyggja. En við erum einmitt svona, mér finnst þess að við séum svona hægt og rólega núna, erum við að byrja að fá meðvitund bara, þú veist, við erum einhvern veginn svo ung að svo mörgu leiti, þú veist, það er svo stutt síðan að við vorum ekki bara eitthvað ég er að reyna að fara að veiða fisk svo fjölskylda mér degi, sko. Einmitt að við búum bara inn í heitum húsum og með allt sem við þurfum og með dúnsæng og tempur og svo erum við bara í þvílíkri streyti og stressi. Já, þetta er mjög merkilegt og þetta er klárlega, þú veist, erum við, þú veist, að vinna úr einhverju trama frá forfeðrum okkar, sko. Ég held að það sé alveg rétt, sko. En það er samt að verða við finnum það alveg, það er að verða einhver mikið breyting og ég trúi því að falleg breyting, já, góð ég trúi því alveg að við séum, þú veist, já, að fara að stíga eitthvað skref. Einmitt, þú veist, færum okkur aðeins þangað því að það er með það gott að benda á, þú veist, bara stóru myndina og stóra myndin lítur ekkit vel út, það er bara þannig. En færum okkur yfir í einmitt, ég er alveg sammála, ég trúi því að það sé að verða vakning núna og að stundum þurfa hlutirnir að verða slæmir áður að þau verða góðir. Og mér finnst þess að viðvörunar, sko, rauðu bjöllunar sem er að blikka eru orðnar nógu stórar núna til þess að ég held að við séum að byrja að kveikja á þessu, sko. Og ég held að sé ekkert langt í að, þú veist, bara eins og símanótkum barna, að það sé repjóli í öllu, allur þessi sykur. Ég held að sé ekkert langt í að það verði bara svona, þú veist, að það verði einhvern veginn fyrir veitingastæði að geta sagt, heyrðu við eldum upp úr kókosólju og avokadóolju. Að það verði bara, þá færðu fleiri kúnna, sko. Ég held að séum hægt og rólega að komast þangað að það fara að vera mikill markaður fyrir það Ég meina, sjáðu brauð og kó. Þú veist, þau eru bara með lífrænt hveiti, lífrænt ræktað íslensk hveiti og smjör. Já, bara náttúrulega rafni. Já. Þú veist, þetta er alveg hægt, þetta kostar kannski aðeins meira, en þetta... Fólk er tilbúið að borga fyrir gæðin. Þetta nærir þig betur, þannig að þú ert ekki stöðugt að leita eftir einhverju sem að gera þig saddan sem er alltaf bara sigur fíknið þín. Ég er nefnilega held að þú veist, það er ekkert langt í að við komast þangað það bara svona að þú horfur á, ef ég er að reka veitingastað, kostnaðurinn, það er kannski aðeins ódýrar fyrir mig að kaupa einhverja risa dunga repjóolíu heldur en ólífuolíu eða eitthvað sem er miklu betra, en stærsti kostnaðurinn er sko launakostnaðurinn, næststærsti kostnaðurinn er húsnæðið, svo kemur hráefniskostnaðurinn og olían er eitthvað, endanum sko þá er þetta munurinn á því hvort að indverski kjúklingarétturinn kostar 3.200 eða 3.230. Ég held að flestir séu tilbúinir að borga hana 30 kall aukalega, sko. Þetta er ekki miklu peningar. Ég meina, sjáðu hvað Netto er að gera núna til dæmis. Þú veist, það er verið að reyna að koma fram betri vörum, en þetta er bara eins og, ég myndi nú aldrei velja lífrænt. Það er svo dýrt. Ég skilir þetta ekki eins og. Það er samt fullt af fólki sem að myndi velja lífrænt. En samt, skilur Já, við erum að fara þangað. Ég held að við séum alveg, við erum nokkur árum á eftir, sko, Skandinavíu. Með lífræna og allt það, sko. En ég held að við séum alveg núna, ég held að það sé að vera rosalega mikil vakning varðandi lífrænt, sko. Þannig að, já, það er bara betri gæði á mat, þó að það sé kannski ekki alveg lífrænt sem er náttúrulega bara 4-6% af öllum heiminum er lífrænt sem þú getur kallað actually lífrænt í heiminum, sko. En auðvitað væri líka ánægilegt ef að íslensk stjórnvöld myndi aðeins aðstoða, þú veist, bara bændur á Íslandi við lífræna ræktun. Þú veist, maður heyrir það eins og ég held að eina lífræna hveiti á Íslandi sé frá móður jörð. Og þú veist, að styrkja svona flott starf, sko. Við getum gert svo mikið hérna heima. 100%. Og maður hugsa stundum eftir að í kringum COVID-tímabilið, það var eitthvað neginn í fyrsta skipti föttuðum við, þú veist, hvað ef eitthvað gerist og við erum svo rosalega háð heiminum. Af hverju fórum við ekki þá bara í innlenda matvælaframleiðslu sem bara, þú veist, ríki myndi bara dæla peningum í, þú veist, við erum með heitt vatn, við erum með rafmagn, við erum með kjörskilyrði til þess að geta búið til fullt af flottum hlutum. Við búið til hótel úr þessu landsspítala dæmi bara breytti sér hótel og haldið áfram okkar heilsu. En ég hugsa þetta svo oft með sko að vera sjálfbær þjóð sem við erum svo sannarlega ekki,
og þegar við stundu komið upp í umröðana í stjórnmálum, bara einstaka sinnum, ég held með þess að Áslaug Arna af einhvern tímann rættum þetta, kannski var það ekki bara á COVID-tímabilinu og þú veist eins og með það, eins og Íslandi núna búið að vera að ræða sko, las það einhvern tímann held ég bara í bændablaðinu eitthvað að vera að ræða sko, þú veist að eitra meira, sem að nota meira eitur til að rækta meira og þú veist, stundum hugsa ég bara af hverju þurfum við að gera öll mistök sem að aðrar þjóðir hafa gert þú veist, og bara eyðileggja jarðveginn, þú veist, eyðileggja matinn okkar, láta okkur borða eitraðan mat þú veist, þetta er alveg svona við hugsum stundum svo stutt þetta rústar okkur þarmaflórunni og allt saman og þú veist, og mér finnst bara af hverju erum við ekki að hlusta á fólki sem að búin að stúdera þetta hefur verið að vinna, bara eins og þvílíkt flott starf sem það að vinna þarna hjá Móður jörð þannig fyrir austan, þú veist, bíóbú og þetta og ég held til dæmis að salan eins og bíóbú, ég meina, er þetta ekki bara aukast svakalega salan af þessum lífrænu vörum það held ég sko þvílíkt flottar vörur já, og bara svona allt sem er að gerast og nú var mjólka að koma einhvern kefir sem er með stefíu þú veist, ekki einhver sigri þú veist, ég held þetta bara seljist sko en ég held að fólk sé alveg að óska eftir þessu við erum við ekki komið svolítið nóg að einhver svona ég held að okkur langar öllum að líða vel já, okkur langar öllum að líða vel og við viljum gefa börnunum okkar þú veist, gott fæði og viljum ekki að sé verða að nota skortireitur í matin okkar nei, ég veit það og ég held bara eins og Íslandi við höfum svo rosalega tækifæri til að gera eitthvað geggjað ég bara þú veist, við getum verið bara þú veist, bara langt flottasta land í heiminum já, þetta er alltaf þessi spurning bara það sem þú veitir athygli vex á dafnar og við erum ekki að setja neina athygli þú veist, athyglin þegar kemur að ákvarðanatöku og því er alltaf bara, við erum í einhverju neyðarbjörgun fram að næsta kjörtímabili við erum veldri að hugsa skiluru, heyrðu, hvað með að við þú veist, gerum Ísland að einhverju heilsu paradís það er markmiðið okkar til 2050 getur það að vera markmiðið okkar? Ég sé það alveg ég bara alveg og það er byrjað sko algjörlega, því meiri athygli sem við myndum setja á það ef við myndum núna bara segja, heyrðu, ok, þú veist, við ætlum að ég myndi vilja sjá tvo hluti, ég myndi vilja sjá Ísland vil standa fyrir frið og heilsu og við ætlum bara að setja þessa tvo hluti í forgang og við ætlum að segja, heyrðu, þú veist, 2050 þá ætlum við að vera fordæmi fyrir allan heiminn í þessu. Við erum leiðandi bara. Já, þá erum við að byrja að koma inn í undirmeðnundan hjá okkur og þá erum við að byrja að setja athygli á þetta í svona einhvern veginn já, ég veit ekki, við erum að skapa okkar eigin veruleika sko. Þú segir hvernig orðspor Íslands myndi vera það er ekki vandamál að fá sjáum náttúruna og sjáum landi sem við eigum skilur við segja, því við erum nú þegar hughrifin að Íslandi þetta sé hreint land þannig að þú veist, það er bara ennþá meira þú veist, talað túrisma, bara heilsutúrismi og fólk var að kominga út af því að þú veist, með allir þessar hreinu náttúru með hreint vatn þú veist, ímyndin er nú þegar til staðar það er búið að í raun og veru þú veist, ég held að hughrifin að fólki á Íslandi er bara þetta er eitthvað svona staður sem er svolítið ósnertur að því fólki gegnum samfélagsmiðli er að sjá minna af Reykjavík og meira af náttúrunni og öllu þessu. Þannig ég er svona einhvern veginn, ég held að við getum verið með óteljandi tækifæri þarna ef við myndum bara setja athyglina á það, sko. Algjörlega. Og við vorum fórum upp í bústaðum helgina, og vorum í pottinum bara á laugardagsmótninum, klukkan 6 um morgun. Og við vorum bara svona algjör stilla og bara stjörnubjart og við vorum bara, þú hugsaðu hvað við erum heppin að búa hérna. Þú veist, að komast bara út í náttúruna og það er bara ekkert, það er bara alveg þögn, bara einhvern veginn við þannig tvö, bara vá þú veist, við líka landi sem við búum á sko. Já, talaðu þetta er svona ein af ástæðunum fyrir því að ég ferðast sko, og núna eins og núna, ég var í London og það eina sem ég hugsaði þegar ég var hann í London var bara, hvað við erum með mikið lífsgæði sko, þú veist að leigja einhverja pínu litla hólu fyrir eitthvað brjálaðislega peningin í miðri mengaðri stórborg þarf að fara í, þú veist, 30 mínútur í lest þess að komast í vinnuna til þess að vinna fyrir einhverjum aur sem þú valla kemst af með ég var svolítið bara með, þú veist, bara hlutir eins og sundlaugarnar skilur þú veist, borgar eitthvað smá pening fyrir að bara vera í heit og köldu og allt þetta ef þú myndir vilja fá sömu þjónustin í London hún myndir kosta sko 5-10 sinni meira ég held þú myndir ekkit fara fyrir minn en 10 skall inn í eitthvað sambarilegt og sundlu á Íslandi sko. Og bara komast í náttúruna þú veist, flestir bara, þú veist, geta lappað í nokkra mínútur sko. Þú veist, við erum náttúrulega bara og þetta er það sem við þurfum að passa þetta og gera betur og líka bara, þú veist, eins og með náttúruna okkar, þú veist að fólk
nýti sér hana, þú veist, Íslendingar. Já. Fara með tærnar í grasið og... Einmitt. Við erum svo hrædd við náttúruna. Við erum svo hrædd við kuldan, við erum svo hrædd við hitt og þetta. Það er bara út af því að taugakerfið okkur er svo slagt og það bara vantar allt testó í okkur og það vantar allan víkingin í okkur og það vantar bara, þú veist, hugrekki og þor og viljastyrk og eitthvað svo að við getum ekki anda lengur og bara... Ég svo geggjað það því að ég veit nú að þú hefur verið að hlusta eitthvað á Sackbús. Já. Þú hlusta á hann líka í. Já, þetta er alveg uppáhalds. Mér finnst hann er svo frábær í þessu að mér finnst það svona einhvern veginn þegar hann talar aftengingun okkar við náttúruna. Ég bara, þú veist, bara allur líka með minn segir, þetta er sannleikur, þetta er sannleikur, sko. Að þú veist, við erum eina dýrategundin sem er orðin alveg af, fyrir utan kannski húsdýrin sem eru gæludýr hjá okkur. Við erum orðin rosalega aftengt, við erum hluta af náttúrunni, sko. Okkur má ekki vera kalt lengur og má... En ég meina það bara til, þú veist, það er rannsóknir sem að sýna bara hvað náttúran gefa okkur mikið. Þú veist, bara styðja við heilsun okkar. 100%. Þetta er þú veist, þetta er ekkert bara við eitthvað að segja þetta er bara rannsóknir styðja þetta og maður finnur það líka bara sjálfur, þú veist, fara með tærnar í grasi í 5 mínútur og þú fær bara svona og horfðu í átt á sólinu eða eitthvað og þú finnur bara orkuna Já, þú veist, hef bara dæmi á mínu eigin lífi, ég þyrfti nú að fara að gera þetta aftur, sko, ég fór 2016, þá fór ég og gekk Jakobsveginn, Portugalska í 12 daga var bara með Nokia 3310, skildi snjallsímann eftir heima og ég var sem sagt, ég fór í blóðpröfu held ég viku áður en ég fór og aftur viku eða 2 eftir ég kom heim og þá hafði ég verið að labba reynda mjög mikið, ég var út í náttúrunni kannski svona að labba svona 20 til 45 kílómetra á dag og ég var að fara stundum í köldvötn og það var allt búið að fara upp í blóð, öll vítamín, testosteronu fór upp held ég 80% og eina sem ég gerði var að bara immersa mig í náttúru í 12 dag og ég var að borða mat úr hérðunum og ég man bara þegar læknirinn orðað það sagði bara, þú veist, ef það er eitthvað að hjá þér þá bara þurfum við að senda það út í náttúru. Já, en ég meira auðvitað, maður er bara bara fólk er grafið, svo er það bara látið andlitið vera upp og það er bara jörðin sem að hýlar þig, sko, þú bara verður kjur. Nákvæmlega. Bara stopp. Hvernig var þetta? Því að við nú með töluðunum svolítið hérna Costa Rica síðast. Hvernig var þín upplifun af því, Elín, með talandi náttúrun og svona, þú veist, að fara í aðstæður þar sem einhvern veginn, ég hef ekki verið í Costa Rica en ég gef mér það bara að þú veist að þá finnur þessa tengingu. Já, það er líka, þú veist, það er ótrúlega merkilegt að vera í svona frumskói. Þú veist, það er bara hvernig súrefnið þar og þú bara, þú veist, orkan þar er bara líka öðruvísi. En þetta er náttúrulega bara alveg geggjað, gaf okkur ótrúlega mikið, þú veist, og börnunum okkar. Við erum alltaf að sjá það betur og betur hvað lærdómurum var stór að fara að. Það var ekki bara kannski að vera í náttúrunni, það var líka bara hvernig við byggum bara litlum kofa, þú veist, við höfðum svo lítið og maður átti að sjá því og maður þarf ekki neitt, við þurfum ekkert svona mikið, þú veist, þetta var bara alveg nóg, það var ekkert sjónvarp eða... Hvernig var þetta fyrir finnst ykkur börnin ykkar ennþá búa að þessu? Já, við tölum okkar deginn. Og ekki bara, þú veist, það sem við lærði, þú veist, í skólanum og svona. Þetta var alltaf svona Valdorf-stefnu miðaður skóli þannig að þú segir, þetta var rosa mikið þú veist, þau voru alveg að fara inn á við í skólanum það var rosa mikið söngur og myndlist, tónlist, allt öðru sér áhersla það var svona minni áhersla kannski á svona þessi, þú veist, minni áhersla á bara eitthvað lestur og starffræði og svo les það var miklu meiri áhersla bara á að vera í náttúrunni og veist, þau að skapa eitthvað og læra dýrin og þú veist, og læra að vera í samfélagi þú veist, við pössum upp á hvort annað og við, þú veist, foreldrar og kennar og skólinn, við erum ein heild, við erum að vinna þetta saman bænastundir, þannig að það var alls konar þakkarstundir þannig að það var svona, þú veist, það var öðruvísi og en rosa mikill lærdómur en ég held líka það sem að ég hugsa svona eftir á, þá er ég alltaf svo þakklát fyrir það, sko, mér finnst þau hafa lært að þau geta valið sitt eigið líf, skilur að við erum ekki föst hér, við þurfum ekki að búa svona eins og við erum að gera núna, við getum algjörlega valið okkar leið í lífinu, sko þú veist, og líka bara hérna á Íslandi þú veist, við þurfum ekki bara alltaf að vera sömu vinnunni, þú veist, við getum valið hvernig við viljum lifa okkar lífi og mér finnst það kannski svona mest í lærdómurinn að þú ert ekki bara fastur hérna, þú getur bara gert nákvæmlega það sem að þú vilt gera en ég vona að það sé eitthvað sem að þú veist, búið með þeim alla ævi og við náttúrulega stefnum alveg á annað ferðalag þannig að hérna náður þau að verða aðeins og stór að þá væri geggjað að taka það allavega í eitt ferðalag
sína aðeins meira. Já, þetta breytir manni, við hugsa talandi annað svona sem náttúrulega, þetta var kannski flókið að koma því inn í menntakerfið þegar náttúrulega dýrt að ferðast en bara kynnast þeim mitt öðru menningarheimi og því hvernig fólk lifir öðruvísi, minnst það einhvern veginn sé bara svo mikill hlutaði að vera manneskja ef við búum eins og við búum hér á Íslandi, við erum nógu, þú veist, getum verið þakklátt fyrir það að við erum nógu rík til þess að flestir geti ferðast. Þess að hvað mikið af fólki, stærstu hluti mannkins fær ekki að ferðast. Þú ert bara eitthvað að reyna að lifa af frá degi til dags, þú veist, það er bara held ég 80-90% af mannkinn er bara í þeirri stöðu, þannig að það að eiganan möguleika geta farið hinum einn og nöttin, sé hvernig eitthvað fólk er, ég held að því yngra sem fólk er þegar að gera þetta, það er búið að sá einhverju frægi sem verður aldrei tekið. Það er ótrúlega dýrmætt og bara það þó við hefum bara búið, þú veist, í Svíþjóð sem er svona frekar sambarlegt í Ísland, þú veist, þetta samt opnar augun svo mikið, sko, að það er svo, þú veist, já, þetta bara einhvern veginn breytir. Hvað myndið þið segja að væri lykillinn fyrir sko fólk sem er að hlusta eða horfa, sem er kannski svipar stöðu því, þú veist, að vera í krefjandi vinnu, vera alböð, maður sýnir í svo mikinn skilning miðað við hvernig samfélagið er að þú ert bara allt í einu, þú veist, ekki að sofa alveg nóg, þú ert komin í streitu og þetta er bara dálítið overwhelming allt saman, þú veist, hvað myndið þið segja að væri lykillinn að því að ná að, þú veist, að byrja. Ég bara halda, þú veist, mér finnst þess að sé svo margir, sko, að þú ert að halda þessum boltum á lofti, þú ert bara að bugast. Mér finnst þess að sé svo stór hluta fólki sem er í raun og veru ekki að höndla þetta, sem er mjög skiljanlegt að því, þú veist, bara kröfunar eru miklar, það er efnisíkjan, það er samkeppni við nágrannana, þú veist það, skilur, og svo er fólk bara að bugast undan þessu. Ég held að það sé mikilvægast bara að kunna setja þessi mörk. Þú veist, og við hugsaum ofta eins og með bara þar fullt af alls konar mótum í kringu börnunum okkar og þar alls konar viðburður og við stundum bara nei. Þú veist, við ætlum ekki að gera meira núna. Þú veist, við ætlum bara að fara upp í sveit eða við ætlum bara að vera í rólegheitunum. Þú veist, það skiptir ótrúlega miklu máli. Þú veist, það er svona til að byrja með var alveg erfitt, þú veist, það vil ekki fara kannski, þú veist, eitthvað út með vinum eða eitthvað svona, þú veist, en þú verður bara að setja það mörk, að þú verður líka bara að hugsa um þig. Já. Þú veist, og mér finnst líka mikilvægt að kenna börnunum það, við þurfum ekki, þú veist, ef okkur er boðið eitthvað, við verðum ekki alltaf að mæta. Að því við verðum stundu bara nei, þú veist, ég þarf núna bara börnun okkur vera þreytt líka, sko. Já, þannig ég held að það sé ótrúlega mikilvægt að kunna setja þessi mörk. En svo líka bara, þú veist, að muna það, þú veist, að við berum ábyrgð á eigin lífi. Mér fannst áhugavert þegar þú varst að segja að ég hlusta á podcastið þitt, við Lukku. Og þú sagðir þegar að þú færir hana út í dagsbirtu í fjallgöngu. Já. Og hún sagði að þú var svo heppin og þú bentir henni á, er þú ekki eigin rekstri? Ég hugsaði bara, þetta er svo góður punktur, þú veist. Ég þurfti að minna sjálf hann svo oft á þetta bara, ég setja meiri streitu á mig heldur en ef ég væri ekki, er ég ekki í þessu til þess að geta haft frelsi? En þetta er það, þú stóðu líka bara að þú ert að vinna, þú sérst ekki eigin rekstri en að þú getur samt bara, heyrðu, þú veist, ég veit bara, ég er miklu betri starfsmaður ef að ég fæ að hugsa betur um mig. Þú veist, ef ég fæ að fara... Það er það sem að... Þú veist, bara hugsaður hvernig orku ég hugsaði oft. Þú veist, að því núna er ég í svona skrifstofustarfi og orkan er, þú veist, þú situr allan daginn. Þú veist, orkaðin er bara flöt. Þú veist, en að fara út, þú kemur bara fullur af orku aftur tilbaka, skilur, þú myndir fara út í klukkutíma, hreyfa þig, nýtt súrefni, birta. Þar vil ég koma einmitt, ég voru alveg mjög langt síðan að ég hef unnið á einhverju svona hefbundi vinnustað og verið með yfirmenn, en ég vil trúa því að flestir yfirmenn, ef að starfsmaður kemur til þér og segja, heyrðu, ég afkasta meiru ef ég fæ að gera þetta svona, ég held að flestir bara go for it, bara frábært. Ég meina, á endanum vilja allir bara, þú veist, ef ykkur kemur til þín og segir ég er betri starfskraftur ef ég, þú veist, ég get afkasta meira á 7 tímum ef ég fæ að nota, þetta korter hér í þetta heldur en ef ég myndi gera 8 tímum og er hangandi fyrir svona 12 allan tíman. Þú veist, það er bara þannig. Ég trúi því svo innilega og vinkona mín var einmitt að segja mér, hún var að vinna í svona starfi, bara skrifstofustarfi í Svíþjóð og hún sagði, sko, 2 í viku þá fengum við matinn greiddan, þegar maður venlega ekki greidd fyrir Svíþjóð, fyrst klukkutími mat, sko. Og þú fyrst matinn greiddan ef þú fórst og hreyfði þig, en annars fékkst hann ekki. Hugsaður. Þannig að þannig bara verið að íta fólki bara, við viljum að þið hreyfið ykkur. Þú veist, mér finnst þetta mjög... Og þegar þar er þeir bara búin að sjá að allir taka sinn veikinda, þú veist, tíma alltaf, all the time, alltaf veikur einu sinni mánuði. Ég gjör veikur í 5 ár, skilur en þú veist, þetta er það sem við erum að tala um. Af hverju verðum við veik til dæmis? Af hverju verðum við miserable? Af hverju höfum við ekki orkuna? Og þá förum við aftur tilbaka inn í bara fæðuna og þess aftur. En líka þú varst að tala um hvað ætlaði að segja nú?
Datt ég aðeins út? Já, það er góð spurning. Já, og alltaf Líka. tala bara hvað er mikilvægt að vera, þú veist, þú ert heilbriður, þá líður betur og þetta, skilur, það skiptir líka máli í vinnunni. Þú veist, hvernig starfsmaður ertu að þú ert ekki heilbriður, eða þú ert óheilbriður og líður illa. Þú veist, kannski áttur þig ekki á því, en þú ert alltaf miklu betri starfsmaður að þú ert heilbriður. 100%. Þegar þú ert nær hamingjunni, þá er bara your creative mind bara miklu opnari fyrir nýjum hugmyndum og lausnum og þú hefur actually drifkraft í að gera eitthvað og þú ert miklu fljótari út af því að þú ert bara actually með sjálfum þér. Og verkefnum sem þú ert að gera í staðan fyrir að dynja á þig alls konar. Það er ekki tilviljun að þú veist þessi svona ríkustu, nýstórlegustu tæknifyrirtæki í heimi eins og Facebook og Google og svona, þú veist að aðstæðan fyrir starfsmennina er einmitt bara, þú getur hreiftið á vinnustæðinu og veit ekki skil og þá er bæði pælingin að vinnustæðurinn sé það aðlagand að þú bara vilt helst ekkert mikið vera að fara heim. Það er bara næs að vera þar af því þú ert með allt í boði og líka með þetta heilbrigðir starfsmenn skila mér meiri arði ef ég er eigandi fyrirtækisins. Hugsaði líka alltaf að vera, þú veist, með starfsmann sem er alltaf veikur einu sinni mánuði og þú veist, það draga lappinu svolítið, alltaf svolítið ómögulega, alltaf svolítið þreyttur þú veist, það er alveg svona þú veist, hvenær ætlar þú að fara að sína svolítið svona áhuga, þú veist, ég vil ráða, ef ég væri að ráða fólkin, þá myndi ég vilja hafa orku, skilur, góða orku. Mér finnst það sem þú ert að tala þessi nýju fyrirtæki, þú veist, þetta er svona það sem er að fara að gera. Það er ekki að fara að gera. En við erum, þú veist, kannski margir ennþá í svo gamla, svona hugsunargangi, þú veist, við erum að vinna í 10 tíma, bara að sitja við skrifborð og eitthvað bara ógeðslega dugleg, þú veist, en það er kannski ekki svona mikið að koma samt þaðan, skilur þú veist. Nei, ég man alveg eftir, sko, nokkrum augnablikum hjá mér, það sem að, ég man eftir einu augnablikja sem ég var að vinna upp á Skjá einum, ég var bara verktæki, sko, og ég var þar bara kom inn og fór eins og mér hendaði, en það man ég eftir einu mómenti sem ég kem inn og lappinn og skrifstofu, einmitt svona eftir hádegismatinn þegar orkustíði hjá fólki er orðið svolítið lágt, það búið að vera lengi, hún hefur verið svona 1:30 klukkan og það voru 10 manns að vinna þarna og ég lappaði fram hjá öllum tölvunum og ég sá að 9 af þessum 10 voru annarkvort á Facebook eða MBF, bara ekki gera neitt, skilur. Og þá bara, heyrðu, þú viltu ekki freka bara fara út og hreyfa þú ert ekki að gera neitt þetta hvað sem er, skilur. Og svo voru það að drekka orkudrykk og borða sykur. Já, ég meina, eina skipti sem ég var með settur hann stuttastundi að vera yfirmaður í Íslandi í dag og þá man ég að ég talaði þá í yfirmennina mína, þá sem að réðu mig og ég sagði, þú veist, það er náttúrulega tilstörf þar sem fólk verður að vera við þér, þú veist, að þú ert hérna þjónustustarf eða afgreiðslu eitthvað, en eins og þarna starfið sem að ég er í að við erum að búa saman til sjónvarpsþátt. Það eina sem skiptir máli er að sjónvarpsþátturinn sé góður, þannig ég sagði við yfirmennina mína, ok, þið með alveg setja snöröldunum hálsinn á mér en þið kippið bara í hann ef sjónvarpsþátturinn er lélegur. Kippið ekki í hann ef þið sjáu að einhver situr ekki við tölvuna klukkan 7. Af því ef einhver segir við mig ég verð betri í útsendingunni í kvöld ef ég fæ að fara í klukkutími í gimmið og sund og slaka þess á. Þá gerir þú það. Mér er alveg saman hvort lengi við tölvuna ef þú skilar góðri útkomu. Nákvæmlega. Skilur, og þá er það bara svolítið svona, það er svo mikið að störfum í dag sem snúast bara útkomu. Og þá er það, þú veist, nei, en ég ætla samt að vera með, þú ætti að vera með eitthvað hálsinn og stimpilklukku, af hverju? Af hverju? Já, nákvæmlega, en vel gert. Já, ég endist ekki droslega lengi, ég veit ekki hvort þau voru hrifnir það sem, ég var mjög erfiður það var alveg 1,5 ár, síðasta 1,5 árið sem ég vann á svona hefðbundum vinnustað, þá voru byrjar að koma stimpilklukkur. Og yfirmaðurinn minn, hún, Svanhildur Hólm, konan Sloga Bergmann, hún þurfti alltaf að skrá mig inn, því ég sagði bara, ég læt reka mig frekar en ég er í starfi það sem bara, þú veist, ég er fréttamaður ef ég hitt eitthvað í sundlöðin helgi, á ég þá að vera með loku eyrun, því ég er alltaf í vinnunni, þannig að ég neita að skrá mig inn bara inn og út úr, það er bara, þetta er rámt. En þetta er líka, maður hefur heyrtu fólk sem er að vinna, þú veist, fyrir ríkið og eitthvað svona, sem að, þú veist, þar sem það má fara fyrir, þegar það er að sækja börnin sín, það er til dæmis bara 8 klukkustundir sem þú mátt hafa kannski báðnið þetta á leikskóla, og svo til að ná upp í tíman, stimpilklukkutíman, þá er það að mæta kannski á laugadögum, bara til að stimpla sig inn, bíða og svo út, og maður hugsa ykkur vitlausum. Þetta er náttúrulega alveg galið, sko. Ná bara að bjóða sér þetta, skilur ég. Ætlaðu ekki að fá okkur hætrit? Já. Ef ekki að tala aðeins með hætrit? Jú. Þú þið verið minna? Ég er búin að klára minn. Jú. Bóður kakóvarum? Já. Hvað því að talandum, þú veist, þú ert búin að nefna þetta að vera þurr. Já. Mér finnst það að vera svona, svolítið nýtt. Það er rosaleg
það svolítið sem að, svona, þegar ég fattaði þetta, að þá alveg læknaði ég sjálf mig rosalega mikið, bara á öllu. Og þegar við erum þurr, og bandvefurinn þurr, sem hann í öllum heiminum í dag, við erum rosalega mikið magnes, eða steinefna deficient, eða sem sagt lág. Og það út af beint í þessa fæðu og þessa drykki sem við erum að drekka. Og oftar en ekki erum við bara að drekka í rauninni tómt vatn, H2O. Og oft, eða þegar þú drekkur H2O, þá vill líkaminn í rauninni ekkert hafa þetta mikið inni. Það er rauninni hreinsar þetta svolítið allt út úr sér. Og svo kannski skýtur þið inn í að það kannski bara, það er munur á vatni og vatnið í dag sem við fáum bara á krananum orðið svolítið steinefna snögt. Það bara, þú veist, vatn consciousness, skilur, vatn lifandi og þarna það í rauninni bara alls ekki nógu hátt í rauninni ef við getum sagt pH-gildi. Þú veist, við viljum hafa rosa alkaline vatnið okkar og það bara spring water og svo getum við farið alveg inn í ávöxtan og grænmeti og djúsið og allt þetta og það eftir að fá í rauninni live source sem náttúrulega bara sól og jörð súrefni og þess aftar skilur jörðin, náttúran. Manni mitt, ég búin að fara hún í svo margar ormahólur, ég man það tímabil sem ég fór og það var bæðið hjá Valdorfskólanum þar rosa flott svona vatns uppspretta og svo líka bara hjá Esjunni, ég fór stundum með bara fullt af glerflöskum og fyllti þær af alvöru vatni sem Þetta málið sko, fólk heldur að kranavatnið og svo springvótið sé það sama. En við erum svo, þetta búið að vera kannski plasturörum í einhverja vikur eða daga eða mánuð eða whatever. Ég veit það ekki hreinlega. En maður finnur líka alveg munin. Og vatn sem að beigist í 90 gráður, það ekki vel struktúrað. Ég var bara að sjá í gær því þekkið þannig rannsóknina, þessa frægur rannsóknina sem ég held að vera japanskur vísindamæður þar sem að láti tala við tvær tegundra vatni og það verið að tala neikvætt við annað og jákvætt við hitt og bara mólekúlin í vatninu byrjuði að breytast. Ég hef náttúrulega margótt þyrfti með þessar rannsóknir svo í gær fatta ég og hvað erum við mikið vatn? Við erum eiginlega bara vatn. Við erum í 99,999% vatn í rauninu sko. Það ekkert skrítið að þú veist þegar ég að tala jákvætt það hefur áhrif á vatnið í líkamanum það hefur áhrif á líkamanum líkamanum búin til af struktúröru vatni liquid crystals það rauninni bandvefurinn það heldur allir saman, beinin halda þér ekki uppi og það sem að gerast þegar þóttinu ásett til staðar í líkamanum að vera þrengsla milli hvern einasta liðar í líkamanum og þá tölum við líka hryggjarliði, hnérliði, öklarliði, alls konar, hálsliði you name it, þannig að við erum eins og gangandi rúsína, við eigum að vera vínber við eigum að geta fyllt hana það býr til smá space á milli hvern og einn hryggjarliðar þeksin særindin eftir að koma sér sokkan og mótnan og maður alveg út af því að það verið að draga mann saman gravitíð hreinlega bara og posturðið á okkur honum svo ef við hugsaum svona gamalt fólk sem þeir eru svo þurft bara þar kemur líka gamla manna lyktin það bara saurinn sem fastur inn í þér við erum fulla skít Hvað með þú veist, eins og hætritið? Kókosnettu vatn. Það ef þú ferð að skoða aðeins hydration og það sem kemur frá móðurjörð og þá það kókosnettuvatni. Kókosnettuvatni var með þess að sprauta, eða sem sagt gefa okkur sem svona vítamín. Svona þeir sem lentu í einhverju, ég lentu nú einu svona í svona rosalega dehydration og bara sá drauga og alls konar út þegar ég ofgerði mér í keppni. Og þá fekk ég vökva í æð, alveg 3 poka, en þeir voru að gera þetta back in the day bara með kóksnettuvatn. Þetta passar blóðun okkar, þetta passar pH-gildi líkamanns. Það alveg bara færðu náttúrulega orkuna og það er búið að setja magnesíum í þetta, þar sem við erum öll rosalega lág í magnesíum og mikil magnesíum skortur og það getur leitt til alls konar vesen. Og og svo það bara ógeðslega gott. Já, þetta frábært að bræðið. Það einmitt það sem maður hugsa, sko, hlutir sem eru, jafn stórkostlegt á Íslandi og náttúrun og allt þetta, hlutir sem að, þú veist, að því nú búin að vera svolítið eins og nýr á Sansi bara svona, það er ákveðnu hlutir sem þú færið svolítið gefins þar, sem maður rosa mikið að labba berfættur. Maður fer mjög mikið í sjóin og talandi sölt, þú veist, öll söltin sem á húðinu taka gegnum sjóin og svo þetta að fá sólina, þú veist, D-vitamin, þannig að tala magnesíum, ef maður hugsar að þú veist, þessi svona mikilvægustu
viðbótar efni eru kannski, þú veist, magnesium, D-vitamin, omega-3, þetta eru svona nokkuð, og þú veist, 2 af þeim allavega ertu rosalega mikið að fá bara náttúrulega ef þú ert eitthvað þar sem út í sól og ert í sjó. Þannig viltu fá vítaminin, skilur við. Þú vilt ekki vera fastur í en núna er í rauninni matvælunni kringum okkur og svo bara því jarðvegurinn er orðin og jarðvegurinn er svo ónýttur, skilur við, og út af öllu þessu spreyi, svo ætlum við bara að bæta í spreyið, þú veist. Það var annars sem ég svo ég dásaði nú aðeins Zanzibar, sko, að þú veist, ég fór í kjötbúð og ég byrjaði að spurja gæinn, er þetta grasfóður, sko? Hann skildi ekkit hvað að tala hvað annað ætti þetta vera og svo þegar ég er að borða ávextina þau hugsaði mér, þú veist, hér er enginn að spreyja neina á neitt, sko. Wow. Þetta er bara dýnt að trénu þarna bara. Við vorum í Kosta Ríka í viku, sko. Já, ég segi það og þá hugsaði bara og þá er eitthvað ítalandum að vera, þú veist, tengdur innsæðin og sérfræðingur eigin líka eftir það, þú veist, þegar ég er að kaupa fínt og það er að kaupa ávexti hér það er svona, þetta er búið að fara í skip og flugvél, þetta er búið að vera lengi þannig er bara, ég finn bara næringuna í þessu, skilur, og þá hugsa maður mitt, þú veist, nú veit ég ekki alveg, ég er ekki sérfræðingur í henni eins og bara til dæmis það sem er að gera á Flúðum eða annars það sem er að rækta þetta hér heima þá hugsa maður, þú veist, þetta er nýrra þetta er ferskara, þetta er ekki búið að vera að fara í gegnum þrýstingsbreytingar í flugvél og vera marga daga á leiðinni til landsins og eitthvað, þannig að þarna finnst mér vera þú veist, tækifærið okkar til þess að byrja að framleiða okkar eigið, sko. Af því ég hitti Eygló hjá móður Jörð, ég hef verið að tala hann aftur, að ég var svo hrifin af því sem hún var að segja og var hann að tala hveitið og hún var að tala það að það væri svo lifandi hjá þeim, þú veist, lifandi hveiti, ég var bara vá, þú veist, frá Íslandi, skilur, lífrænt lifandi hveiti, þú veist, þú færð það ekkert annars staðar, þú færð það ekkert innflytt frá Ítalíu þó þessu ótrúlega flott hveiti en þú veist að fá það þarna bara frá Íslandi, þú veist, færð að stutta leið, skilurðu, og bara beint einhvern veginn frá þeim beinti þín, skilurðu. Þannig að eins og segir með ávistar, maður fann það líka eins og í Kosta Ríka, þú veist bara, þú fannst bara orkuna frá þeim, þú varst bara, þú veist, þetta gaf svo mikið og svo fæði maður ávist heima og þú veist, þetta er alveg, þú veist, þetta er klárlega misgott, en þú veist, þetta er ekki alveg, þetta er ekki jafn juicy og þú veist, þetta er, þú veist, maður finnur að þetta er búið að fara lengri leið. Það er svona smá þránað, skilja, það er svona, það vantar dansin á það. En reyndar, þú veist, að því núna er, eins og í Netto, það er búið að vera mikið til að lífrænum ávöxtum þar, og eins og appelsínunar og svona, þetta er reyndar sjúklega gott lífrænu appelsínunar og eplin og sítrónurnar. Hvernig er þið að borða bara svona frá degi? Því þú veist, nú er mér sem það kom tímabil þar sem ég fannst það mjög mikið af fólki sem er svona heilsumiðað á Íslandi var komið í karnivor. Þið hafið aldrei verið eitthvað feimin við kolvetnin? Nei, við höfum kannski alveg verið svolítið svona animal based, að ég má sletta á ensku. Þú veist, þannig að við erum borðum alltaf alveg svolítið mikið prótein, þú veist, prótein og fita, það er alveg svolítið svona uppistaðan kannski í mataræðinu, en við höfum alveg borðað ávöxti og grammiti og svona líka, sko. Við borðum það bara mjög mikið. Já, nú með rosa mikið hunang. Ég er mjög mikið ávöxti, grammiti, ég passa með á, þú veist, einföldu kolvetnunum eins og hrísgrjónum og pasta og svoleiðis, svo fæ ég, þú veist, svo er þetta biobú, gríska jógúrtið, ég er með alls konar fræ og hitt og þetta sem að drepa pesticides og fungi og alls konar, þú getur verið að skreita þetta með alls konar sem að gerir actually gott þegar þú ferð að skilja hvað er actually þessi hluti sem eru til í náttúrunni sem að eru bara sérhannaði fyrir ákveðið system sem þú þarft að laga í skroknum að þau, sko. En kannski svona grunnurinn hjá okkur, þú veist, það er bara við borðum mjög hreint. Fiskur, lambakjöt, rosa mikið lambakjöt. Við erum náttúrulega rosa heppina því að pappans núma er á sjó, við fáum alltaf ferskan fisk og mammans, þú veist, bóndi, við fáum mikið lambakjöt. Þannig að við erum bara, alltaf rosa mikið kjöt og fiskur. Ég er nefnilega man að ég var eitthvað tíðan að hlusta á eitthvað podcast þar sem var svona umræður þú veist, og annar aðilinn var mjög mikið bara svona keto, karnivor og hinn var held hann hafi verið einn af stofnendunum í Whole Foods og þeir voru alveg sammálum í margt en svo sem stofnendur Whole Foods, það kannski er hann aðeins bæjast af því það er náttúrulega verið að selja svona hluti en hann sagði, þú veist, ég myndi segja að fyrir mig það sem vantar í þetta hjá þér er meira trefjum, meira af ávöxtum og grammiti og ég finn til dæmis fyrir mig, minn líkami
ef ég fæ mér salat sem með, þú veist, bara mörgum tegundum af einhverju náttúrulegu, þá segir meldingi mín bara já takk. Þú veist, það einhvern veginn, þú veist, þessi fjölbreyttari meldingaflóra sem kemur með því og sérst að taka inn alls konar dót úr fræjum, gremmeti, ávöxtum og þessu, sko. Og þessi ég getur vel verið að það sé öðruvísi fyrir einhvern annan. Já, það líka það, skilur, við erum ekki eins og það ekkert, ég og Elín erum ekki að borða sama matinn þó að grunnurinn sé basically sami, en þá kannski borða ég meira af þessu versus hún, skilur, og svo líka út af því að það kannski einhver ákveðin sveppur sem að ég, þú veist, að díla við eða það eitthvað ákveðin gikt eða hvað, þú veist, þetta einhverja bólgur, þú veist, þá er það, hvað bólgum, þú veist, til dæmis jógurti, gríska jógurti, mjólkur er rosalega bólgumyndandi. Þannig þá eigum við kannski aðeins að skoða það líka. Þú veist, þannig að þetta er náttúrulega bara meldingafæri og ef að þau Já, en líka bara, þú veist, að hlusta á líkamannsinn, þú veist, og það er líka, þú veist, ég prófaði daginn, þú veist, ég var alltaf hvað er að hlusta á líkamannsinn, skilur? Já, en bara finna okkur mann líði vel á og þú veist, hvað henda manni? Ég var byrjað daginn, prófaði alltaf að fá mér allt í tíagraut á mótnana, þú veist, með smá próteini og einhverjum hnetum og eitthvað svona, tók alltaf með mér í vinnuna og ég var svona, mér líður rosalega vel að þessu og svo var ég með daginn, mér líður kannski ekki rosalega vel, ég ætla að prófa að byrja að fasta aftur og nú er ég byrjað að gera það aftur, þú veist, og það bara henda mér betur, þannig ég er líka bara svona hlusta líka mann, bara, prófa. Hvað henda mér? Já, einmitt, ég var dálítið lengi alltaf, ég fekk mér bara bulletproof kaffi á mótnana og svo fór ég að hugsa, ok, þetta er kannski svolítið hart á nýrnahettunar, þannig nú er ég búin að vera að taka það sem ég nánast alla mótna fæ mér egg, bara 4 egg og það er, þú veist, áður en ég fæ mér kaffi. Skilja bara vatn með salti og svo bara 4 egg og mér finnst eins og núna hafi líka með mér sagt bara já, hafa komin tími til þess að fengir í smá morgumat sko, og byrjaði að næra það á mótnana. En svo getur vel verið að ég muni finna, já, en núna finn ég að mér langar aftur að gefa meldingunni meiri hvíld og fasta sko, þannig að Við erum rosa þar, við byrjum alltaf daginn á því að fá okkur vatn með sjávarsalti og stundum með ferskri sítrónu eða sítrónusafa eða eitthvað. Já, eða eplesætur vinegar eða hitt og það er svo mikið green juice og alls konar, þú veist, þetta er ekkert eitthvað bara alltaf eins, stundum er maður bara í stuðu fyrir eitthvað annað. En svona 23 vaskla sem átan allavega með smá salti. Vökun það mikilvægast að segja, bara leið út vaknar, kontu ykkur góðu inn í þig þannig að þú actually bindur það inn í frumu. Og svo eftir það þá fáum við okkur alltaf bulletproof kaffi og það er alveg svona, við mölum lífrænu kaffiböninnar okkar og hellum upp á og svo setjast við saman og fáum okkur kaffibóllan og það er alveg svona okkar heilaga stund. Finnið þið ekki alveg sko annars vegar þetta með að þú veist að það er eitthvað við bulletproof kaffi að vera með fituna í því að það ferða mígrinn í kerfið og líka að vera búin að fá sér vatn og eitthvað á undan þannig að munurinn á því kaffi er ekki bara kaffi, munurinn á því hvort að bara 5 mínútum eftir ég vaknaður skelli ég með svörtum kaffibolla eða 45 mínútum eftir ég vakna fæ ég með bulletproof kaffi eftir ég er búin að fá með vatn og sjávarsalt. Það er 1 til 1,5 klukkutími þannig við eftir að við vöknum þannig við fáum kaffibolla. Við erum búin að hugleiða, við erum búin að hreyfa okkur eða svona mikið eitthvað til, eitthvað hryggjasúluhreyfingar og mjaðmarhreyfingar og það sem maður finnur skiluru og svo er það kaffibollin skiluru. Ég er stundum þú veist, það er alveg ideal að maður láti líða svona 1,5 tíma sko, en ég er freista stundum í eftir svona 30-40 mínútur sko. En það er best fyrir okkur, að vera búin að fylla sig aðeins, líka mér aðeins komin í gang, eitthvað skona movement, þú veist, þú ert búin að nudda á þér inneflinn og þess áttan hann er aðeins svona, þú veist, helst að ef þú nærði kikið sólun og þá byrjar þú veist, leifa þér að vakna svolítið automatist í staðan fyrir bara þú veist, það bara til að komast bara úr hausverknum eða hvað það er trammanu þínum, skilur Hvað með hefur prófað, varst það þú sem sendir á mig vídeóðu með tungutósunina? Já, maður. Ég er búin að vera að prófa það núna. Herðu, þetta er alveg magna. Tungan á okkur er tengd við stórtárna, sko. Það er bara fasían, sko, að fyrsti lekkurinn sé tungan, sko, og hún sé svo stíf, þannig að maður tekur í raun og bara klút eða eitthvað og byrjar að snúa þessu upp á tungun og svo snýrðir hausnum í hinna og byrjar að tósa tungun. Út af því að við erum spírall, við erum svolítið eins og DNA-ið okkar og fasían er þannig að þú í rauninni átt að teygja þig í spírall
og þegar þú fattar eins og kastar og sparkar og róterar eins og við göngulagið okkar þá sjáum við alltaf, já, þetta er allt eitthvað svona twist, ekki beint upp, beint niður til liðar eitthvað svo leiðis. Og þegar maður fer að hreyfa sig eftir þessu bara, þú veist, að gera fólk sterkt í standandi og sitjandi stöðu, hvað lífið þitt breytist, út af því að þegar þú getur orðið haldið á líkamannum á þér í beinni njútrál stöðu, náttúrulega standandi, þá bara öll sjakrasystemið mín bara hægt og rólega opnast og þú veist, þú setur hausinn á þér á réttan stað, þú allt í einu getur farið að anda 70% dýpra onni í kviðin á þér. En hvað með tunguna? Tungan á þér bara, þetta er bara restriction, þetta er bara allt saman rekið onni í þyngdin á þér og þú bara, hún er hennilega ekki að anda, já. Þetta er típist fyrir mér, en ég get ekki alveg út af því þegar ég byrjaði að gera þetta, ég gerði þetta núna áður en ég fór út, þá gerði ég þetta alveg 5 kvöld í röð, en þá gerði ég með líka, þá var ég að prófa líka kjálka. Oh my god, það sem ekki streiki kjálka sko. Og ég fann alveg klárlega, ég svaf betur sko, en ég get ekki sagt að ég kannski bara út, ég tók þá smá prótokol, ég tók tunguna fyrst, svo tók ég kjálkan og svo tók ég nuddbyssu og fór bara yfir og þetta, að gera þetta í svona hálftíma áður en ég fór svo og ég fann bara það sem er léttir í skrokknum. Ég meina, þetta er bara þannig. Taugakerfið líkaminn elskar þetta, hann elskar nudd, hann elskar fysikal snertingu frá öðrum. Það við erum að gefa orku til frumunan okkar, bara með snertingunni. Maður finnur einmitt, sko, þú veist það þegar að tala um bandvefinn, hvað kallar skinnvefinn? Skinnvefinn, það sem tengir okkur við okkur aðra. Ef hann er þurrkaður, þá ertu ótengdari sálinniðinu. Það er rosa áhugavert, allar rannsóknir bandvefinn eða skinnvefinn. En þú veist að tala þú veist, maður finnur bara, ég hugsa oft bara, vil ég bara vel líkamannum og svo femmar einmitt og nuttar sig, þú veist, og hvað er mikill léttir mann líður svo, maður bara, þú veist, ég fatt það ekki sko líkamann er svo fljótur að aðlaga sig að þegar það sem hvernig líður, já, eru góður en svo kem ég með mína putta og mínar hendur og bindin í kviðin á þér og þú bara, oh my god, það er bara svo mikið streita þarna og leið og maður næra að fara inn í og losa og láta fólk fatta að detta dýpra onni í slökunni í staðan fyrir að fæta það að þá, það bara slaknar á öllu. Ég man bara þannig fyrst skipti þegar ég fór inn í Primal að láta keilurnar í kviðin og svo stóð ég upp og bara litirnir eru skærar það er bara öll skinnfærin einhvern veginn svona ok það var svona mikið streit Getur það rétt ímyndir að þegar þú færð að þrífa hulstrið þitt sem er líkamanninn þú veist með mataræði og bara súrefni og góðu vatni og öllu þessu dóti og skoppar í burtu öllu þessu slæma tekur bara plokkar úr bakbókunum þínum, þetta slæma og setur gott í staðinn þar koma gjafirnar skilur þarna fyrir að sofa betur þú veist orkaðin verið miklu meiri þú vaknar bara til í daginn þú er bara til í að huglega 5:30 skilurðu þannig að ef það er eitthvað triksin í bókinu þá bara prioriteraði svefnin alveg eins og þú getur sko. En vandamálið er náttúrulega svolítið að þú veist fyrir mjög marga, jafnvel þó þú segir ég ætla að forgangsraða svefninum þá eru lifnaðarhættinni mínir bara þannig að ég fer upp í rúm á réttum tíma en ég bara með yfirstreitt kerfi þannig að líka þú varst að drekka þú veist halvan lítur af orkudrykk 6 kvöldið sko Þetta er 12 tíma úr systeminu, sko. Hvernig ættu þú að geta sofið? Þetta tengist þetta allt, sko. Já, þarna hugsa maður þú veist þetta, ekki það, ég þarf að minna sjálfa mig á þetta alveg jafn oft og aðrir með heilsuna, sko, að hugsa bara, ef þú nærða konu létti í kerfið og kemst meir inn í parasympatíska kerfið og nærðið slaka, að þá, þú veist, ég trúi því að þetta er kannski smá svona vúví, að það er fjárhagslegur ávinningur að því, sko, því þú veist, ef að þú ert að reyna að manifesta eitthvað eða ná að lífið sendi þér eitthvað gott þegar maður er fastur í fight or flight maður er ekki að fá neitt þá er þetta allt hann að ég þarf að hafa fyrir öllu ég þarf að rúkslega duglegur, ég þarf að rembast rosa mikið og meðan ég finna alveg mig ég finna með mig þegar ég næ djúpri slökun í kerfið hvort sem það er gegnum psychedelic ferðalag eða gott bodywork eða hvað svo það er, þá finn ég bara þetta er það verðmæti það af öllu og þetta mun alltaf skila sér peningalega sko. Ég er alltaf að fara að fá þetta borga tilbaka í peningum Já, ef þú vilt, ef við notum þá orku, jú en ég er að segja því, þá er ég bara að segja að fólk þarf þá mótivasjón, ég held að við erum svo óttadrifin í en hvað með hamingjuna, skilur, hvað með bara að geta losa sjálfur á klósettinu eða að geta
sest niður og staðið upp á þess að vera að drepast eitthvað staðar og actually fara á tónleik og sitja á gólfinu. Já. Ég myndi að vera líka ekki fastur í haustum á sér, skilurðu. Það geta notið það sem í kringum okkur. Það að vera fastur og einhvern skjá allan daginn. Talandi það, talaður tónleika því nú vorum við á Kirtanum daginn og þið tóku börnin eitthvað með. Já. Og þá mitt hugsaði svo oft, sko, þú veist, talandi þetta, ef við vissum samfélag myndi fara að búa til fleiri rými þar sem bara, þú veist, ef amma vill vera, ef börnin vill vera, bara allir velkomnir. Og við viljum öll koma saman og þú veist, við erum kannski að syngja eða tróma, sko, þetta er svo æðislegt, sko. Og það þarf ekki að, einhvern veginn, mér finnst það þurfi ekkert að vera þannig að, þú veist, já, þetta er bara fullorðna fólk. Akkur mega börnin ekki vera líka. Hvað er það? Það læra svo mikið á þessu. Ég held ekki að við fundum það svolítið í Costa Rica því þar voru bara börnin með. Ég meina við fórum einhvern tímann á, það kallaðist svona rock night og þá vorum við sérst bara alla nóttina að dansa bara í kringum eld. Það var bara DJ og bara, hérna vorum að dansa í kringum varðeld. Þetta var að besta sem ég lenti í. Og börnin okkar voru sko bara sofandi í tjaldi rétt hjá og bara fleiri börn sko. Og svo klukkan svona 6 morguninn þegar sólin var komið upp þá koma þau bara trítlandi fram og við borðum með sama morgumat og það var svo fallegt þau voru búin að búa til að það bara og þú veist svona hugsa tilbaka ég bara vá, það var svona einhver draumur, svo var þau bara að hanga og sveifla sér svona yfir svona eins og í Tarzan-trjánum bara læk og ég bara hvað er í gangi en að leifa þeim með mitt, þú veist, að vera með þú veist, og þetta er svo fallegt þetta er bara svo rosa fallegt og allir svo eitthvað svo ástfangnir og góðir og bara við erum hér saman til þess að dansa í gleðina og bara svo fallegt og bara losa og anda og auðvitað kannski fyrir börnin með, þú veist gufu eða svetta, það er kannski að fara varlega í það, þú veist, þá getur þú bara að byrja að vera í hálfa lotið eitthvað, en ég man bara þegar ég, fyrstu skipti sem ég... Eða bara rakst á gólfið, skilur? Já, ég man bara fyrstu skipti sem ég hitti Bríeti, þá var hún í svetti og þá var hún verið 15 ára eða eitthvað. Og þá mitt, þú veist, ég held spjallaðins við hann og hún fór í fyrsta svetti sitt til hún 30 ára. Já. Þú veist, því mamma hennar hefur verið að sjá svett, hún Laila, sko. Og það þarf enginn að segja mér að, þú veist, tónlistargjöfin hennar og allt þetta, það hafi ekki hjálpað til að vera í þessu umhverfi sem barn. Sko. Þú veist, ég hugsa bara því líka forréttindi, þú veist, að fá að gera þetta, svona ung. En við tökum með mitt börnin okkar með núna, þú veist, í sánu. Þau eru mjög spennt komið með okkur í okkar sánu. Og við erum að reyna að segja hvernig þú getur aðlaga þig að hitunum af því að slaka niður og hugsa andadráttinn og þú veist, fara aðeins inn á við og þú veist, þetta kennir þeim svo mikið. Þetta er það sem ég veist svo ég rósi aðeins eins og Gumma Emil, þó að hann sé nú alls konar og fólk með alls konar skoðunum og þú sé bara, sem er svo fallegt þegar hann nær svo langt niður í aldri. Þannig að þú veist, það eru 13-14 ára strákar sem allir ég vil ekki repjóli, bara út á Gumma Emil. Og þú hugsa maður, bara fullt af góðum hlutum. Já, þú veist, þó að þessi alls konar hlutir sem hann mætti alveg fínpúsa, að þá þú veist, það er svo fallegt þegar þú farin að ná svona langt niður í aldri að einhverjir, þú veist, krakkar séu orðnir móttækilegir fyrir því að pæla í heilsu út af einhverjum einstaklingi, sko. Hann er svolítið að rífa fólk upp úr auðmýkjaskapnum. Já, það finnst bara gott. En bara svona hvetjandi og bara fræða og... Já, fyrir ekki að segja þetta. En líka, þú veist, eins og segir, eins og með hann, þú veist, ég kann svo að meta þegar fólk bara sýnir smá hugrekki og þorir að vera það sjálft og svo bara viðurkennir það mistök sín. Þú veist, það bara gengst við þeim. Ég bara svona, ég kann svo vel að meta svona fólk. Eins og hann, hvað er hann gamall? 27 eða eitthvað, skilur, þú veist, það er ekki eins og ég hef ekki þroskast síðan ég var, þú veist, megum við ekki mitt, þú veist, við erum að læra, við gerum einhver mistök og bara segjum sorry, svo höldum við áfram og við bætum okkur og mér finnst þetta hvort sem að það er í stjórnmálum með öðru, þá finnst mér að við ættum að, sko, verðmeta það að fólk fá að gera mistök og kunna viðurkenna mistök en við fáum að breyta mistök eins og daginn hann einhver þingmaður sem segir af sér að því að hann hafði hugsað að kaupa vændi fyrir 15 árum og svona, ok, má hann aldrei reyna að bæta sig og er það þá skilabóðin sem við erum að senda að enginn sem á einhvers konar fortíð á nokkuð tíman að fara í stjórnmál saman þú sér kannski búin að gjörbreyta lífiðina bara svona, ég var að gera svolítið rugglega fyrir 20 árum og það bara, þú veist, það verður bara að nota gegn mér þannig ég ætla bara að sleppa þessu ég held að því mest af okkar besta fólki er fólk sem hefur gert mikið að mistök. Já, þú lærir það er lærdómurinn. Nákvæmlega, og þú veist, eins og ég segi bara aftur bara, þú veist ekki alltaf sammála fólki það bara fólk sem sýnir hugrekki og þú veist, það bara, mér veist þetta bara þú veist, þetta eru fyrirmyndir, sko. Já, ég sammála, sko. Sammála.
og líka það, þú veist, að þóra bara að segja sína skoðanir og bara vera það sjálft, sko. Bara, já. Vera frjáls. Já, þú veist, og við þurfum meira af svona fólki, sko. Já, ég sammála því, þú veist, einhvern veginn að meira bara... af svona stjórnmálamönnum sem að þóra sína hugrekki og... Já. Þeir eru nú nokkur af það, ekki? Já, það eru eitthvað örfáir, held ég. Nei, ég alveg sammála því að þú veist, eins og ég segi, þú veist, ég tekið þetta svona dæmi með COVID-tímabilið, þá voru þarna 2 stjórnmálamenn, Brynjar Níelsson og Sigríður Andersen, sem bara sögðu það sem ég held að 30-40% af stjórnmálamennum hafi verið að hugsa, en enginn þorði að segja það. Sumir hafa kannski verið rosalega ósammála þeim, en svona getur ekki allavega að virta við þau að þau voru ekki að ljúga. Nei. Þau voru allavega að segja satt, þú veist, þetta er þeirra skoðun og þau voru nógu hugrögt til þess að og ég er stundum hrifin af, ég sé eitthvað sem er bara hvað ég er ósammála sem einstaklingi en þá virði ég hann, því ég gæti ekki verið svona ósammálaðin nema því þú ert nógu hugrögt eða hugrögt þess að þú ert að segja mér hvað raunverulega er þitt og þá er bara ég er alveg ósammálaðir en takk fyrir að sína mér hvar þú ert, skilur þá þarf ég ekki verið að reyna að giska. Já, bara þú veist að vera hreinskilinn og heiðarlegur. Heiðarleikin svolítið sem er galdurinn í þessu, sko. Sérstaklega við sjálfa þau. Já, algjörlega, ég held að það komum við að þessu með, þú veist, að því við erum búin að vera að tala svo mikið um heilsu, ég held að einhvers staðar, þú veist, það er náttúrulega til fólk sem er kannski það aftengt út af mjög röngum vönum í langan tíma, það bara að byrja á hana, en ég held að flestir séu samt það tengdir. Það er eitthvað rödd hérna sem segir, ég veit ég ætti að vera að gera þetta öðruvísi. Ég bara er ekki heiðarlegu við sjálfum mig. Nei. En hvað er það sem veldur því, skilur við? Að þú ert ekki heiðarlegu við sjálfum þig? Ég held að sé bara því, þú veist, það er stundum heilin í okkur virkar þannig að það þægilega að halda áfram að gera eitthvað sem ég þekki. Þó það sé farið að það er hægt að þjóna mér, heldur en að þóra að gera eitthvað sem ég þekki ekki, sem er kannski miklu betra fyrir mig. Bara heilin okkar er hannaður til þess að vera að verja okkur frá hættum, þannig að bara, höldum bara áfram að gera þetta sem við þekkjum. Hitt er einhvern veginn vegferð inn í hið óþekkta. Við höldum först inn í okkar boxi. Rosa mikið, sko. Svolítið erfitt að fara út úr því og prófa eitthvað nýtt og svona sjá hvort að... Og það er ekki bara þannig með, þú veist, næringu eða, þú veist, þetta er líka bara, þú veist, með lífið, þú veist. Það er svo gott að gera það sem maður hefur alltaf verið að gera. Það er langu auðveldast. Það fara bara sömu, halda bara áfram á sömu leið, en ætla að fara eitthvað að breyta til. Þú veist, það er ótrúlega erfitt. Það er mjög erfitt. Við erum bara, ég held að frá þróunarfræðilegu sjónarmiði séum við bara hönnuð þannig. Heilin í okkur er fyrst og fremst þannig til að verja okkur frá hættum. Og ef við þekki eitthvað þá er það ekki hættulegt. Þannig að ég þarf í raun og vera að fara gegn egónu mínu og framheilanum mínum til að segja nei, nú ætlum við að gera þetta öðruvísi. Því heilin segir nei, bara halda áfram að vera í þægindarramanum. Já, og svo þetta líka, skilur, svo kemur alveg inn í vini og alls konar, hvað þú, data og þá er hópþrýstingur og þetta er alveg heiði erfitt, sko. En finnið þið það ekki eins og með ykkur að þú veist, þegar að þið eruð að gera eitthvað besta til að vera að lifa heilsusamlegu lífi og vera fordæmi, er þá ekki mikið af fólki sem svona, þið finnið að það er aðeins að svona, það hefur áhugað í hvernig er þið að gera þetta og þú veist... Jú, svolítið nýlega samt bara. Fyrst varum að svolítið lunatic, sko. Ok. Í alvörunni. Nei, ég trúi því mjög. Ég bara, þú veist, akkur er svona rosa... Þú veist, þetta er svona strangur við þig, þetta er svona, þú veist, svo öfgar, þú veist, svo svona, þú veist, svo hinsegin. En þú veist, ég tek það ekki persónulega. En þetta er hugsun hjá fólki, sko. En er þetta ekki það sem er að breytast eins og Elín var að tala um áðan með að mér finnst þess að við séum það er að verða ákveðin vakning og þá fólk sem hefði kannski dæmt þessum skrítin fyrir 5 árum er núna, mér langar nú svolítið að fara að gera þetta eins og þau eru að gera þetta. Mér finnst það, sko. Ég held að, þú veist, þetta er líka bara, þú veist, svona fyrst er fólk svona, þú veist, verið smá svona, finnst það bara svona óþægilegt að maður sé einhvern veginn að kannski búin aðeins svona breyta lífstíl og svona og þú veist, og svo maður stundur kannski aðeins bara átt að vera að drekka svona kóka hverju degi, þú veist, maður er svona smá að skipta þessar afskilru, en svo, þú veist, allt í nýja fólk sem komið á bara svona sömu braut. Bara heilsuvagnum? Já, bara svona hægt og rólega, þú veist, eins og frænka mín, hún drekkur hérna eitthvað Pepsi eða eitthvað, þú veist, þau drukkið á hverjum degi og svo sagði hann daginn, heyrði, ég fekk mér ekkert Pepsi í dag, ég drakk bara Hydrate. Ég var bara, vá, í alvörunni, þú veist, þannig að þetta er alveg... Sérðu, úr góðu, nei, úr vondu, í það góða, en samt er þetta, þetta er einhvers konar... Já, ég bent oft fólki á það þegar að, þú veist, fólk sem var mjög háð,
Pepsi Max eða Kóki eitthvað svona, sagði, þú veist, prófaðu að sjá hvort að hluta því sem úr táð sé einmitt, þú veist, hljóðið í dósinni og sótin, þú veist, sótin, þannig að ef þú svissar þessu út fyrir sótavatn, þá þú veist, það sem þið langar í þennan feeling sem þú færður úr sótanum, sko. Þetta ekkert endilega bragða kóki, sko. Og bara þú svissar yfir í sótavatn, þá ertu strax bara, þú veist, það himinn og hafið á milli, sko. En maður finnur það líka bara, þú veist, eins og með kaffi og svona, þú veist, eins og bara, þú veist, bara vinnumenningin svolítið að vera alltaf að fara að kaffivélinu og fá sér kaffi, skilurðu. Þú veist, þú myndir bara fá þér, þú veist, eða vasopa eða eitthvað, þú veist, þetta er bara vanar. Eða líka bara að læra það að þegar þú fattar að þú ert kannski ekki alveg hjá þér, að bara setja staðins niður í 5 mínútur og bara svona vitu við. Er ég þyrstur? Hvað er að draga mig í fíknið mitt, skilur við. Og oft mitt bara stuttar öndunaræfingar, sko. Það er bara þetta keira, það er að fá rosa svona, örfun með ákveðinu tegund öndunum. Já, svo sumu þurfu ekki örfuna, sumu þurfu róna. Já, en ég meina, ef þú ert að sækja kaffið, því þú ert eitthvað slói og þreyttur, þá getur þú keyrt þig upp bara með smá öndun, sko. Þú getur gert allt með öndun, skilur við. En ég sammálaður, flestir þurfa náttúrulega slökununa, sko. Bara til þess að komast úr hausnum á sér, inn í líkamann á sér, bara þú veist, smá hjartaöndun, bara onni í maga, láta bumbuna koma út þegar þú andar inn, nafli kemur út, þú veist, ekki upp í háls og herðar eins og við erum, sko. En hvað með eins og einmitt, þið talaðu kaffi ykkur á mótnana, ég svolítið eins, sko, þú veist, ég alveg, gerir mér svona gott lífrænt kaffi í pressukönni og svo, þú veist, seti sjávarsalt og smjör og eitthvað svona, þá ég miklu ólíklegur ef ég væri eitthvað staðar á einhverjum vinnustað, þú veist, það bara svona eitthvað véla kaffi eða eitthvað, þetta ekki lengur, þú veist, eina kaffið sem ég drekk núna kaffið sem svona gourmet, það verður að vera mjög næs og þá ég eiginlega búin að útiloka möguleikann í þessi sturt í mig einhverju. Kaffi mest spreyjaðasta baun í heimi. Þannig að ef það ekki lífrænt, þá veistu að þú ert að drekka eitur. Og það skánin sem myndast yfirleitt á bollanum sem skortireitrið. Svo þú bara, og úr korkbolla sem annað eitraðasta efni í heimi. Nú er náttúrulega bara að skoða þetta mjög vel og hann er bara eigið að hætta að drekka kaffi og ég er bara svona ekki tilbúin að sleppa morgunbollanum, sko, þetta er bara svo mikilvægt, sko. En ég trúi líka, þú veist, ef við trúum því að þetta sé gott fyrir okkur, algjörlega. Sko, þetta ekki að hindra svefnum okkar út af því að við gerum þetta snemma og við erum ekki að sulla í þessu eftir háti, alls ekki, það kemur einstaka sinnum fyrir að ég fæ mér kaffi þá 2 sinnum sem þá fyrir háti, ég tek þetta ekki eftir háti. En ég sammála með, þú veist, flest kaffi sem í boði bara eitthvað svona, þú veist, eiginlega bara ekki kaffi, sko. Eitthvað síróbleðja. Já, þú veist. En svo líka mitt að því þetta svona pínu hjá mér að ég alveg mjög mörg ár tek, þú veist, dagarnir sem ég hef sleppt kaffi á síðustu 10 árum eru kannski svona 20 eitthvað, þú veist, þetta svona það sem, þetta svona mitt, sko. En þá það einmitt, þú veist, eins og bara í morgun, nú tók ég þetta prótokóli gærkvöldi með tunguna og allt þetta og ég fann það bara þegar ég vaknaði í morgun, ég hvíldist mjög vel í nótt. Þá þú veist, kaffi bara frábært, en ef ég en ef ég tættur og ég finn ég hvíldist illa, þá væri kannski gott fyrir mig að vera frekar í bara hálfum kaffibolla, því þá finn ég að kerfið mitt þarf ekki meiri örfun, sko. En það er það þegar þú lærir að skilja á þér skrokkin versus að þú ert alveg þreyttur og þá byrjar þú bara að þamba kaffið bara til þess að komast í, hvernig heldur að dagurinn eftirverði? Hann verður alveg eins eða ekki verri. En þetta er líka svona eins og við vorum að tala þú veist, að maður er orðinn svo næmur, að maður finnur alveg hvað er gott fyrir mann, þú veist, eins og okkur finnst, eins og okkar kaffibolli, morgunbolli mér finnst hann góður fyrir mig, en ég langar ekki í eitthvað sem ég veit ekki gott fyrir mig, þannig að, þú veist, maður farin að velja svo vel, þú veist, líka bara þegar maður er að velja einhverju, maður er alltaf að fá sér eitthvað sem er svona aðeins óallara, þú veist, þá samt veljum við það ótrúlega vel, þú veist, ég vil bara 85% súkkulaði því að ég veit að mér líður betur því heldur en fara að háma í mig eitthvað sælgæti, mann langar bara ekki í það lengur og eins og verið ammali og svona, þú veist, við fáum okkur alveg kökur, en maður er ekki að háma í sig að þegar maður bara svona, já, mér langar ekki meira, mér áttur gott ég verið að segja mig að því að við vorum að taka upp svona vídeo fyrir Netto, úr svona heilsuráð og fengum Guðna Gunnarsson og ég er svo ofta að nota það sem hann sagði mér svo gott, en hann sagði sko, það fyrsta sem ég get sagt við þig, þú veist, bara varandi það að borða hollara, það er að þú veist að elska sjálfan þig og
maður setur ekki drasl í ást, maður setur ást í ást. Þannig að þetta einmitt, þú veist, það alveg rétt. Það rosalega góð Já, punktur. við þurfum að setja ást. Og það að velja úr, taka drasli úr bakbókunum og það yfirleitt til, það alltaf til eitthvað sem betra og sem nærir líkamann. Þannig að við hættum að kreifa það sem að okkar fíkn út af við erum svo illa nærð út af frumunar á okkur tómar og gruggugar. Já, og við höldum áfram að kúka inn í okkur alveg stanslaust. Nákvæmlega. Það kúk og pissa sko, frumunar. Ég hugsa núna sko þegar við varst að tala sko með hann Guðna, Þór sonur hans. Það ég taka upp rosalegt magna þáttum, en það satt í mér þegar hann talaði sjálfsást, sko, hann sagði, þú veist, ég var náttúrulega hann var orðinn svo þunglindur að hann hann gæti ekki hort í augun á fólki, sko, hann var búin að fara í svo rosalegt burnout og svo var ég búin að vera alla ævi, sko, ég er búin að fara að læra að vera jógakennari og læra að vera bodyworker og fara í Wim Hof og svo er ég búin að vera hitta, þú veist, fara í frumskógin og ayahuasca og allir er að segja mér sama, þetta snýst bara að elska sjálfa þig og ég var alltaf fyrir fram á spegilin eitthvað, já, ég elska þig Þór, ég trúði ekkert sjálfum mér, svo allt í henni kveiknaði ljós. Hvernig elska ég aðra? Jú, ég geri það með því að gera eitthvað fyrir þá. Þannig ég fatt að, þú veist, þannig að þegar ég er að gefa mig tími að bursta tennina mínar, þegar ég gefa mig tími að næra mig, þá er ég að elska sjálfa mig. Og ég sýni mér það með aðgerðum. Þá er ég í raun og vera að trúa því að ég elska sjálfa mig. Ég er ekki bara að bladra eitthvað fyrir fram á spegilinn og svo fer ég og ég þetta eitthvað drasl eftir hálftíma, þannig að líka með mér trúi mér ekki. Að gefa þér tíma til að fræða þig. Já, en þetta er rosalega góð punktur, þú veist, að gera eitthvað fyrir sjálfa sig, því að ég held líka að við séum svolítið föst í því, þú veist, að vera alltaf að gera eitthvað fyrir einhvern annan, þú veist, og vera með samviskubit þegar við svo gefum okkur tími okkur sjálf. Ég allavega hef upplegað það sjálf, bara með börnin mín, ég allavega bara hvað, þú veist, nú er ég eyða tíma í, þú veist, bara ég í sánu og eitthvað, þú veist, og börnin mín eru bara komin heim úr skólanum og ég er ekki að sinna þeim. Þú veist, en það er bara svo mikilvægt að því að svo finnum maður alltaf þegar maður er búin að gefa sér smá tíma, búin að gefa sér smá ást, að þá á maður svo miklu betri allt annað. Meira að gefa, 100%. Já, miklu betri allt, miklu betri eiginkona, miklu betri vinkona og vinur, skilurðu. Og líka bara þetta með hún geislar, ég er ánægður, þú veist. Þetta er líka svo ég las einhvern tíðan bók eftir Joe Dispenza sem heitir You Are the Placebo og það er hann að tala svo mikið þessi lyfleysu áhrif og við talandi þessa vasttilraun, skilur við hugsa maður, við vorum í Hagkaup í gær og Ester kaupir stundum eitthvað svona grímur til þess að setja á sig, eitthvað svona fyrir húðina og eitthvað og ég segi að það er að kippa einnig fyrir mig líka, já, endilega, gera það og svo spyr ég hann eitthvað svona, er þetta ekki bara eitthvað rugl, skilur, er þetta eitthvað gott fyrir húðina og þá kom svo góða punktur og sagðan, þér mun allavega að líða eins og þú sért að gera eitthvað fyrir sjálfa þig. Og bara það, þú veist, það er maður bara mitt heilin er svo öflugur að þú veist, ég er kannski að kaupa eitthvað D-vitamin og ég veit ekki, en þú veist, ef mér líður eins og ég sé að kaupa gott D-vitamin og mér líður eins og þetta sé hágæða vara og ég trúi því þegar ég er að spreyja því á tungun á mér, þá er mjög líklegt að ég sé búin að búa til áhrifin, sko. Og þetta er þannig, sko, að þegar þú sest niður með matinn fer fram að þig og þú bara ferð yfir matinn og þú bara, þú veist, talar til matarins aðeins áður en þú ert að undirbúa líkama fyrir það sem þetta er allt athafnir, skilurðu, en við erum alltaf eins og við erum búin að vera að tala svolítið í dag að við erum svolítið á hlaupum og það er stundum bara verið að kasta upp í sig hér og þar, þannig raunverulega gefur þér aldrei tíma til að setjast niður og borða. Ég er segur þetta mitt, þannig að þú veist, ég mætti alveg vera betri í að, þó ég sé ágættur í að predika þetta því þegar ég var að halda fyrirlestrana, þá hef ég talaði svo mikið við erum rosa föst í því hvað við erum að borða, en ég bara trúi því að það skiptir mjög máli hvernig við borða. Já, ef þú er slakur inn í vömbinaður og borðar og tyggur matinn vel, niðurbrótið á fæðunni byrjar í bara hugsa sko mörg af þessum Blue Zones, þar sem að fólk næri lengst lífaldri, þau eitt af því sem þau eiga sameiginlegt er að fólk gefur sér tíma til að borða og það er alveg svona athöfn að þú veist, ert jafnvel í góðum félagskap og þú veist, þá ert að melta matinn. Það er kannski tónlist, þannig að stresslevelið er ekki mikið, eða þú veist, þú veist, það er bara hérna, þá meltur matinn allt öðru svo heldur en þú ert alveg bara hún bara er skóla. Þetta er svo ótrúlega merkilegt þegar maður fara að spá í því hvað maður borða rætt, þú veist, það er eins og maður sé að missa af mat, þú veist, eins og maður fá ekki meira eða þurfa að flýta sér, þetta er ótrúlega svona, þú veist, maður vera að pæla í því. Já, algjörlega, þetta er eitthvað, ég manna Solla Eiríks, hún var svo sem eiginlega svona kveikti fyrst á þessu hjá mér,
þegar hún hann stofnaði, ég man ekki alveg hvað ég hitt, sko, hún var alltaf búin að stofna nokkra veitingarstaði og svo byrjaðum með Glow og það var alltaf bara að setja ást í matinn, setja ást í matinn og maður fann það einhvern veginn eins og, þú veist, hún alltaf komið fjárfestar inn og Glow fór að fara á rosalega marga staði og hjartaðin og Sollu að fara úr þessu, sko. En þegar hún var með svona lítinn stað og það var einhvern veginn, þetta var bara aðrir sem voru, hún var sjálf í eldhúsinu og hinir voru líka bara ást í matinn. Maður fann það þegar maður kom að inn, sko. Það var eitthvað svona, ég hef myndi að hugsa að þegar við vorum út á Sri Lanka, þá fór maður stundum á veitingarstaði sem voru bara heimilifúls. Og það var bara eitthvað svona alveg, þú veist, skerp, brosandi móðir og hún færaði matinn og hún svo glöð þegar hún sá að því að fannst maturinn góður og bara þetta allt annað en að vera í einhverju iðnaðar eldhúsi, sko. Þetta er bara öðruvísi, það eru bara öðruvísi mólekúl í matinn. KFC, ég var að ræða það eitthvað. En þetta er samt svo merkilegt þess að þegar maður finnur það svo vel, þegar maður fer með, þú veist, þá sjaldan á Íslandi að maður finnur svona veitingastaði, þú veist, bara eins og bara Glow var og eins og Kúkusnest. Þú veist, þetta var svo, þú veist, bara vera þarna inni, þetta var bara svo geggjað, en svo leið og þú veist, þetta er orðið eitthvað svona stærra og eins og bara Glow varð, þá bara einhvern veginn hjarta fyrir úr, sko. Bara hjartaði svo kom inn fjárfestar og fjárfestar var að skoða Excel-skjölinn og allt inni og það var aðeins ódýrar að taka þetta ráfni út, setja eitthvað aðeins óhaldar inn og þá byrjar þetta bara alltaf að breytast. Og bara svona verður meira svona það er bara ekki sama bragð. Það er ekki bara sett, það er ekki sett og þú ert ekki alveg, þetta var ekki alveg þá bara nei, ekki meir. En það fjaraði rosa rætt undan þessu áralega að þetta er svona dæmi eitthvað sem ég fylgdist með frá byrjun, ég þekki bæði Ella og Sollu og ég horfði á bara frá byrjun Glow og síðan bara horfði á hvenær það byrjaði að hnigna. Það var bara þegar að þú veist, það voru konur miklu peningar inn í þetta, þá átti að fara í Danmörku og Los Angeles og svona, og svo byrjaði maturinn að breytast og bara svona, þú veist, þetta er ekki það sama og þetta var, skilur. Þú veist, þetta myndi örugglega virka í Los Angeles eða þú myndi vera með sama hjartað í því eins og það var í byrjun, en þú getur ekki látið þetta virka, þetta verður bara enn eitt iðnaðar eldhúsið með ódýru ráefni, sko. Og líka bara einhvern veginn andrúmsloftið, þú veist, það breyttist bara eina staðnum. Þú veist, það var bara ekkert eins. Það skiptir líka svo miklu máli. Þannig, Hvað ef að bara í blá lokin, ef við verðum að gefa fólki, þú veist, sem að hlusta að horfa, bara eitthvað ráð, hvað þú veist, hvað þetta fólk að byrja? Ef að segjum bara svona hefðbundin Íslendingur sem kannski alveg meðvitaður heilsu, en er í aðeins svo mikill í streitu, aðeins svo mikið á hlaupum, þar að leiðandi eru vanarnir stundum að falla svolítið af, þú veist. Draga niður taugakerfinu á þér með öllum mögulegum tryggsum og nota það sem er náttúrulegt. Þar er göngutúrin, þar er undunræfingarnar, þar er jóga, þar er sundlaugarnar, þar er sánurnar, þar er, þú veist, holtmataræði, þetta er allt þetta heildræna, venjulega, kannski að fara í nudd, kannski bara kíkja til einhvern annan en læknin, sjá hvað hann hefur að segja. Þú veist, príóratera svefni sinn, bara númer 1, 2 og 3, draga niður og orkudrykkjum, bara hætta því. Eitthvað eitt. Ég bara reyna þetta er gott að fá allir þessa punkti. Það er ekkert eitt. Það er kannski eitt sem byrjar á sánun og annar sem byrjar á göngutúrinu. Fara stund á sjósund, eitthvað, það sem þú þarft að vera til staðar til þess að díla við kuldan, skilur. Gera eitthvað sem að þú finnur að nærir þig. Þannig að þegar þú finnur mikið fyrir streitunni og kannski fer að koma eitthvað svona kvíði eða eitthvað, þú gerði þá eitthvað sem þú veist að nærir þig, sem er kannski göngutúr eða fara í sund eða sánu. Þú veist, finndu hvað það er sem er gott fyrir þig sem að nærir þig og reynda að gera það þegar þú ferða á svo slæmi staði, sko. Og muna eftir því að breytingar taka smá tíma. Þú verður að gefa þessu 2-3 vikur áður og þú færi ákveða að þetta er ekki eitthvað að virka fyrir þig. Að því maður fattar líka alveg, fúst, ég skil alveg, þú kemur kannski heimstundum á vinnunni og ert ótrúlega þreyttur og átt eftir að gera kannski bara eldamatinn og gera ýmislegt. Að ég skil alveg að þú myndir kannski bara, þú veist, grípi namibóka eða eitthvað. Og kaupa pítsu bara. En þá er náttúrulega eitt atriði, til dæmis, að eiga það ekki til, þú veist, þeirra bara ekki að kaupa það. En þú veist, farðu í 20 mínútur í göngutúr. Þú munt koma inn og þeir mun liða miklu betur. Þú veist, fara út í náttúruna, skilur, fá ferska loftið, aðeins að hreyfa þig, þú veist, það þarf ekki að vera eitthvað mikið. Mér finnst það vera svo mikið snilt við þessar fargufur, sko, þar mitt finn ég, sko, þú veist, maður er að tekið svo mörg box í sérstaklega við veturinn, kannski, þú kemst inn í líkamann, þú veist, þú fá hitan, svo ferð í sjóinn, það labba berfættur
og líka þú situr þarna í félagskap með öðru fólki að hlusta á tónlist þú ert ekki í símanuðinum þú ert ekki að hendin enn meiri áreitum í heilan þannig að það svona staður fyrir mig þar sem bara, þú veist, ég er kannski búin að vera eitthvað aðeins á skakkri leið svo fer ég í eina fargu, þrjár fyrir að hlusta á tónlistin, allt inni byrjaði bara að fá download og þá get ég tekið aðrar ákvarðanir þegar ég kem tilbaka úr því, sko. Þannig að mér er svo gott að eiga svona staði og við fórum nú saman í svettundaginn, sko, þar sem þú getur aðeins núllstilti og tengst innsæðin upp á nýtt, með það þá að markmið að koma út og þá get ég byrjað að breyta einni venju eða taka eina nýja ákvörðun, af því þú ert aðeins að stíga út úr þessari lúppu, sko. Einmitt og þess vegna líka bara eins með sundlaugarnar, það er ótrúlega gott að fara sundlag, þú ert ekki með, það er engin tröfn. Nákvæmlega. Það getur ekki hringt í þig og þú veist, við erum svo heppin að hafa þessar sundlaugar og það er yfirleitt einhverjar gufur eða kaldupottur eða þú veist, eða heitupottur eða mér er svona algjörlega frábært að fara í guðurnar og náttúrulega búið að sína líka fram á þvílík heilsu farslegan ávinning, þú veist, á ég að fara í þær, sko, þannig að já, losa út einmitt bara algjört reset, einhvern veginn og losa út, bara hugsa líkaminn er svo greindur og þú veist, þegar þú byrjar að svitna mikið, þá reikna ég með að líkaminn er að losa sig við það vatn sem er best fyrir hann að losna við, sko. Herri, ég held ég með þetta, sko, núna. Sko, málið er að líkamenn er ég búin að verða að segja þetta aftur og ég hef alltaf bara, þú veist, já, kannski æst mig á mikið, en í rauninni líkamenn læknar sig sjálfur. Og eini sem er í veg fyrir að hann á ekki að lækna sig er þú sjálfur. Og þá verður þú að fara að hugsa aðeins svona, já, þarna kemur, þú veist, sjálfsástin og heiðarleikin og allt það inn, skilurðu. Þannig að, já, þú veist, farðu í smá naflaskoðun og skrifaðu niður matabók fyrir sjálfan þig, þó látur ekki nokkurn mann sjá þetta, en verður heiðarlegur, skrifaðu drastlið niður og sjáðu, sýndu konuðin þetta, hvað þú ert að borða eða þú veist, lestu þetta eftir viku og svo bara byrja einhverju einu, þú veist, það getur verið bara þú veist, slepptu orkudrykkunum eftir hádegi eða þú veist, minnkaði kaffidrykkjuna úr 30 bollum í skilur 15 eða skilur, þú veist, þetta þarf ekki þetta er bara svona lítil skref þú veist, og reynda að finna svolítið hvernig það líður þú veist, reynda svona, já, betur hvernig líður tólin eru endalaus og það þarf ekki að vera í pilluformi, sko. Nei, nákvæmlega og þetta ásvöld að fá okkur eins og takk fyrir skemmlega, takk fyrir að taka mót okkur og takk fyrir að bara vera að taka svona skemmtilegt fólk í hlustundiðin og fræða og reyna að gera betur. Veist, við viljum öll gera betur. Algjörlega, ég ætla bara að stíga ennþá meira á bensíngjöfin í því að vera að skila efni sem er snýr, þú veist, þannig að ég er svona eiginlega með að markmið að hlustendunir eða þeir sem eru að horfa geti grætt eitthvað á því að vera hlustað. Maður getur tekið eitthvað með sér til sín og kannski sjá hvort að maður getur betur bætt því sjálfan. 100% að því við erum búin að segja þessa setningu nokkur sinnum en ég held að innst inni langar okkur öllum að líða vel þú veist og þegar fólk er kannski að framkvæma einhverja slæma hegðun sem enda kannski í verstu tilvikum í einhverjum glæpum eða ofbeldi, þetta er að því ég líður illa sko. Þetta er ekki, ég trúi því svo einlega það er svo fáir sem fæðast slæmur Við erum öll góð og það er engin sem fæðist slæmur skilur þetta er allt þess vegna finnst mér að heilbrigði ætti að vera stærsta samfélagsmálið okkar því við myndum ef við verum heilbrigð það lagast svo margt annað sjálfkrafa sko. Heimurinn er því svo miklu betri hann verður að vera betri hann er að verða betri Takk fyrir okkur Sólrún Sömuleiðis, takk fyrir komuna Takk og takk fyrir það sem þið eruð að gera Sömuleiðis